að samtal, samráð og fræðsla sé lykill að árangri. Vorfundirnir hafa nú fest sig í sessi og sem höfuðsafn finnst okkur á Þjóðminjasafninu mikilvægt að skapa vettvang til að ræða ýmis hagsmunamál og fræðast hvert af öðru. Þetta ekki síður vettvangur fyrir safnmenn að viðhalda tengslum sín á milli. Í ár þema sameining safna. Ég vil byrja á því að þakka fyrirlesurum fyrir að gefa sér tíma til að deila reynslu sinni með okkur hérna í dag. Ég hef væntingar til þess að við nýtum þennan rigningar mánudags eftirmiddag til að hlusta á áhugaverð erindi, eiga gagnleg samskipti og ekki síst árangursríkan fund. Ég legg stjórn hans í hendur fundastjóra Ólaf Breiðfjörð. Slökka á farsímum eða setja á hljóðhreyflar, taka hljóðu. Við erum með stífa en skemmtilega dagskrá í dag og það eru Guðný Gerður Gunnarsdóttir og María Karin Sigurðardóttir sem ætla að byrja, ekki sagt Anna-Lísa. En fyrst ætlar Anna-Lísa að tala í 20 mínútur. Það er dagskrá, en hún fyrst hérna á dagskrá. Við skulum bara sjá til hvort við höfum þann háttin á að ef þið fyllir alveg heila 20 mínútur og við erum í tímaþröng að þá væri það vel þegar ef spurningar og annað slíkt kemur bara í lokfundar en ef að tími gefst þá getum við kannski tekið ykkur nokkra spurningar eða beður strax að loknum hverjum fyrirlýsti. Gerð svo vel með þessu. Já, takk fyrir það, Ólöf. Ég var ekki alveg búin að segja allt sem ég ætlaði að segja. Ég var eftir með ferðalagi á fjarlægum slóðum og við fylgdum nú eiginlega svona sama prógramminu en inn á milli komum við til borga þar sem við höfum svona frjálsari hendur. Sumir tóku þetta mjög alvarlega. Þeir voru með guidebókina, þeir voru búin að læra heima, merkja við allt sem þurfti að gera í viðkomandi borg. Hvaða söfn átti að fara, hvaða minjastæði þurfti að heimsækja og þar fram til göttunum. Aðrir voru ekki eins svona skipulagðir. Þeir vildu frekar setjast á kaffihús, fylgjast með mannlífinu, rölta og uppgötva eitthvað nýtt. Það var þess að ljóst að sama leiðin hentaði ekki öllum og ekki alltaf sama leiðin sem hentaði í hver skipti. Þetta skipti svo til máli hvað við vildum fá út úr ferðalaginu og hvert við vorum að stefna. Nú, sameining safna. Þetta mál hefur verið í umræðinni undanfarin ár. Það hefur verið hvatt til sameiningar. Það hefur gert bæði í máli. Nú, það kemur skýrt fram í safnastefnu á sviði Þjóðminjavörslu. Safnaráð hefur verið með svona, hvað getur við sagt, ákveðna gulrót, þar sem hefur verið svona fjárhagsleg umbun fyrir söfn sem að sameinast eða eiga í samstarfi. Sameining safna hefur verið gerð í nágrannalöndum okkar. En sama leið hentar ekki öllum, ekki fyrir að það gerði fyrir okkur ferðalangana. Nú er að stíga stórt skref með sameiningu safna í Reykjavík og það verður án efa fróðlegt að heyra það hérna á eftir. Í dag þá verður fjallað þetta mál frá ýmsum hliðum og við fáum að heyra einhverjar reynslusögur. Mér langaði svona í upphaf fundar að aðeins að fjalla nokkur atriði svona til að ramma inn umræðuna hérna í dag. Ég lít á söfn sem framtíðarstofnanir og það gegna mjög mikilvægu samfélagslegu hlutverki eins og við vitum öll. Þó svo að fortíðin sé í mörgum tilfellum viðfangsefnið að þá er verið að vinna mjög mikilvægt starf fyrir framtíðina. Og það má segja að stór hluti safnastarfs í dag sé unnið fyrir komandi kynslóðir. En hvað er þetta samfélagslega hlutverk? Er það samfélagshlutverk í nútímanum eða í framtíðinni? Ég heyri oft einhvern veginn þann skilning að samfélagslega hlutverki snúi að þeim viðburðum og þeirri miðlun sem ætluð fyrir gesti safna í dag. En
samfélagslega hlutverki snýr ekki síður að söfnun, varðveislu og skráningu. Þetta eitthvað sem við erum að safna saman ekki bara til að nýta í dag, heldur til að geyma. Söfnin þannig eins konar vettvangur fyrir samfélaginu til að, hvað getum við sagt, ná ákveðinni jarðtengingu. Af og til heyrum við svona eitthvað brandarann safnmenn, að við séum eitthvað svo gamaldags. Ekki fyrir löngu síðan var eitthvað sem talaði já, eins og Ólaf gerði hérna áðan, þegar þau getið slökkt á símum. Þannig þau kannski ekki með gemsa. En við vitum auðvitað að það ekki rétt. Þetta snýst svolítið svona á hvað forsendum við erum að vinna, hvað nálgun. Þessi lykilatriði í safnastarfi, söfnun, skráning, varðveisla, rannsóknir og miðlun. Það verið að nýta mjög fjölbreyttar miðlunarleiðir. Nýjasta tækni notuð. Varðveisla, og við talum ekki forvörsluna. Það ekkert að gera það eftir sömu vinnubröðum og var gert fyrir mörgum áratugum síðan. Það ákveðin framþróun í faginu og þetta allt nátengt bara þeirri gerjun sem að gerast í fræðunum. Og þá ég ekki að tala bara í safnafræði, heldur í öllum þeim fræðigreinum sem tengjast starfi á söfnum. Aðferðafræðin kemur inn á mjög mörg fagsvið og það í rauninni bara eftir því hvað samhengi safnið starfar og hvað hlutverki það gegnir. Á hvaða braut safnið? Erum við að eflast til framtíðar eða erum við að staðna? Söfn sem stofnanir hafa þróast. Þær eru ennþá að gegna þessu grunnhlutverki sem fræðslustofnanir. Þær eru vettvangur rannsókna. Safnkosturinn, að það má skilgreina hann að sjálfsögðu sem rannsóknargögn og það ekki síður mikilvægt að íhuga hlutverk safns í því samhengi. Að halda saman þessum upplýsingum sem eru svo mikilvægar í tengslum við að auka gildi gripanna. Þannig er söfnunarstefnan alveg ótrúlega mikilvægt vinnutæki. En af hverju er að tala samfélagslegt hlutverk og mikilvægi faglegs starfs byggt á traustri aðferðafræði? Hvað kemur það eiginlega sameiningu safna við? Jú, það skiptir máli hvað erum við að gera, hver tilgangur með því að sameinast. Við vitum jo öll að starfsfólk kjarninn í safnastarfinu. Og það hefur verið talað hérna áður að minnisöfnin kannski ekki nægilega burðug til að standa undir árangursríkri starfsemi. Við höfum samt öll orðið vitni að því að fámenn söfn geta áorkað mjög miklu. En það á kannski ekki við öll fámenn söfn eða lítil söfn. Sum söfn náttúrulega sterka bakhjarla í samfélaginu sem þau þjóna. Fólk sem býður fram aðstoð sína í sjálfboðastarfi, sem tvímælalaust styrkur fyrir söfnin. Það vinafélög, það ýmsir hópar sem leggja sitt af mörkum og ég veit mörg söfn sem njóta góðs af slíkri starfsemi og þjóðminjasafnið þar ekki undanskilið. En það kannski takmörk fyrir því hvað hægt að gera nema með styrkri stjórn starfsmanna safnanna. Við getum tekið sem dæmi þennan áfanga sem hefur orðið nýlega í starfi Þýsos, þar sem búið að ráða starfsmann til félagsins. Félagið var komið að einhverjum mörkum á því hvað væri hægt að fá áorkað með sjálfboðastarfi eingöngu. Þannig að við getum öll séð mikilvægi þess að hafa öflugt starfsfólk sem starfar ekki bara í sjálfboðavinnu heldur sem sitt aðalstarf hjá söfnum. Nú, ef við tölum fleiri starfsmenn, þá náttúrulega býður það upp á ákveðna möguleika í að fólk sérhæfi sig. Það mjög erfitt eða allavega krefjandi að vera allt í öllu. Einyrkjastarfið, það ekkert alltaf auðvelt. Það allir góðir í einhverju, en það erfitt að vera góður í öllu. Hérna á Þjóðminjasafninu finnst mér ljóta forréttinda að þurfa ekki að vera góð í öllu. Ég þarf helst bara að vita hver góður í hverju.
þannig nýtum við starfsfólki sem best. Sérhæfing getur þannig verið öflug lyftistöng fyrir faglegt starf. Þannig að ef maður er með einn starfsmann og maður bætir einu við, að þá getur maður sagt að þetta sé ekki spurning 1 + 1 eru 2, heldur það gerist eitthvað í því að fá fleira starfsfólk. 1 + 1 verður kannski 3. Þannig að þetta snýst þetta faglega starf og þær áherslur sem er hægt að hafa í starfinu sem að gefur miklu fleiri möguleika með fleira starfsfólki. Söfnin eru langtímastofnanir. Þar vinnum við ákveðin verk og við íhugum þetta svolítið hérna síðasta ári þegar safnið fagnaði 150 ára afmæli að við erum bara hluti af einhverju langri keðju. Við tökum við verkefnum af einhverjum öðrum, hlaupum ákveðin spotta og afhendum síðan keflið áfram. Og það má alltaf segja að þá að svona einyrkjastarf á söfnum sé erfitt, að þá er það líka ákveðin einföldun. Það er alveg auðvelt að upplýsa sjálfan sig, að vera sjálfur með á nótunum hvað maður er búinn að gera og hvað er eftir. En í safnastarfi þá skiptir í raun þessi forsaga svo miklu máli, að vita hvað er búið að gerast og hvert við erum að fara. Hvernig leysum við það? Þetta er alltaf spurning ákveðna þekkingu og verklag. Að maður sé meðvitaður að við erum að vinna í dag í haginn fyrir samstarfsfólk okkar í framtíðinni. Fólk sem við kannski komum aldrei til að hitta. Fólk sem kemur til að vinna með okkar gögn og halda áfram starfinu. Þannig að þessi skrásetning snýst ekki bara skráningu safngripa, skráningu starfseminnar, heldur líka skráningu ákveðna verkefna, skráningu ákveðna niðurstaðna. Ég hugsa stundum til þess þegar það er verið að undirbúa sýningar og það fer fram ákveðin rannsóknarvinna. Sýningin er síðan sett upp, hún vekur áhuga, hefur ákveðin áhrif, en eftir að hún er tekið niður þá er ekkert endilega eitthvað sem að situr eftir. Hér á Þjóðminjasafninu leggjum við áherslu á að gefa út sýningarskrár með öllum stóru sýningum. Það er ekki endilega það, heldur kjarninn í þessu snýst að halda til haga niðurstöðum þessara rannsókna þannig að þær nýtist áfram inn í fræðasamfélagið. Það er mjög mikill fjölbreytileiki í söfnum á Íslandi. Er ekki alltaf að tala að við erum metið per höfðatölu í fjölda safna. Og þau eru alls ekkert öll eins. Þau þjóna kannski ólíkum markmiðum og þau sinna ólíkum viðfangsefnum, kannski eftir eðli safnkostsins. Getum við spurt á landbúnaðarsafn eitthvað sameiginlegt með ljósmyndasafni? Eða tónlistarsafn með sjóminjasafni? Jú, að sjálfsögðu. Þetta byggir allt á þessu faglega starfi. Kjarnanum í safnastarfi sem er þá söfnun, skráning, varðveisla, rannsóknir og miðlun, sama hvaða safnkost við erum með. Þjóðminjasafnið er til dæmis með mjög fjölbreyttan safnkost. Við erum hér með forngripi, ljósmyndir, þjóðhætti, tækniminjar, textíla og ég gæti haldið áfram endalaust nánast. Það að hafa eitthvað eitt, það útilokar ekki annað. Og þetta er eitthvað sem ég finnst að þurfa að hafa í huga við sameiningu safna. Það er faglega starfið sem sameinar ekki bara tegund safnkostsins. En hvaða spurningum getum við þá velt fyrir okkur? Hvaða tækifæri felast í sameiningu? Hvað mælir með sameiningu og hvað mælir á móti því? Hvaða hindranir eru í veginum? Hvaða forsendur þurfa að vera til staðar? Og hvaða máli skiptir sameining þau samfélög sem standa að söfnunum? Hvernig gengur ferlið fyrir sig og hvað getum við lært af reynslu þeirra sem hafa gengið í gegnum þetta? Hvernig gengur til dæmis að reka sameinuðsöfn? Hvað eru kostirnir við það og hvað eru gallarnir? Hérna í dag gefst þá tækifæri til að ræða ekki bara hugmyndafræðina á bak við sameiningu, heldur líka praktíkina og pólitíkina í þessum ákvörðum.
eins og ég kannski verið að ýja að hérna þessu undan að frá faglegu sjónarmiði þá ýmislegt sem styður sameiningu. Það þessi sérhæfing, það samvinna við kollega, það í meira mæli hægt að tryggja, það að segja, yfirfærslu þekkingar á milli kynslóða frá einum starfsmanni til annars. Og þessar faglegu forsendur hljóma kannski mjög vel. En hvernig rímar þetta við raunveruleikann? Það ekkert allir á sama stað. Það ákveðnar fjarlægðir jafnvel á milli. Tengslin við samfélagin sem þarna bakvið eru ólík. Það ólíkir hagsmunir. Alltaf gagnlegt að hafa einhverju uppbyggingu sem þannig að það einhverja höfuðstöðvar sem að fjarstýra annars staðar einhver starfsemi. Þetta eitthvað sem maður þarf aðeins að skoða. Samfélagið náttúrulega í eðli sínu mjög flókið. Við tilheyrum öll ákveðnum hópum. Í ákveðnu samhengi get ég kannski sagt, já, ég frá Evrópu. Fólk kannski veit ekki hvað Ísland Í öðrum tilvikum ég frá Íslandi. Hér ég kannski úr Hafnarfirði. Þá skiptir það líka máli að einu sinni bjó í sunnan við Læk, en núna bý ég norðan við Læki. Skiptir það máli að ég með FH. Það flestir sem að auðkenna sig á einhvern hátt. Það verður eitthvað tákn svona fyrir það sem að sameinar. Það sagan? Það einhverjar tilfinningar? Hverju hópurinn vill ná fram? Og þetta vettvangur þar sem að söfn geta spilað ákveðið hlutverk. Og það getur verið erfitt þegar maður hugsa sameiningu að draga þetta einhvern veginn út úr eins og það skiptir ekki máli. Ef við tölum við samfélag þá komumst ekki hjá því að tala þennan órjúfanlega þátt samfélagsins sem eru stjórnmál. Og getum að sagt að menningarstarfsemi sem að söfn þá hluti af, að það einnig eitthvað sem að stjórnmálamenn eru að fást við. Höfuðsöfnin til dæmis eru í eigu ríkisins og mörg menningarminjasöfn eru í eigu sveitarfélaga. Þau hafa ákveðin völd til að stjórna þessum söfnum í gegnum þá peninga sem þau fá í sína starfsemi. Þessi stjórn í gegnum peninga getur verið jákvæð en ekki alltaf. Það hefur verið undanfarið tekið ákveðin jákvæð skref í átt að faglegri verkferlum. Ég minni bara á skýrslu Ríkisendurskoðunar sem kom út fyrir nokkrum árum sem að leiddi til þess að úthlutun fjárlaganefndar var tekin til endurskoðunar. Og þessar fjárveitingar, þær hafa alltaf verið áhrif á starfsemi safnanna, þá möguleika sem safnin hafa í sinni starfsemi. Þannig að þegar við tölum sameiningu, þá getum við ekki hunsað þessa fjárhagslegu hlið. Einhver fjárhagslegu hvati að sameiningu safnanna? Verið að gera það til eflingar eða verið að gera það til skerðingar? Viljum við sá reikningsformúlu sem 1 + 1 = jafnt 2 - 1. Söfnin taka náttúrulega þátt í umræðinni þetta en hafa kannski ekki alltaf þau völd sem að snúa því að tryggja varðveislu menningararfsins sem ekki alltaf aðalmarkmið þessar pólitísku umræðu. En ef við reynum þá að skoða hérna þessi dag, hvað gagnlegt? Erum við að fara að auka eitthvað? Betra að hugsa kannski ef ekki með efla, að styrkja eitthvað og bæta? Hvað erum við þá að bæta? Erum við að bæta faglegt starf? Erum við að styrkja fræðilegan grundvöll safnsins? Hvað með langtíma hlutverkið, starfsfólkið? Hvað með samfélagslega hlutverkið? Hvar kemur það inn í þessa umræðu? Hvaða valkostir eru það í boði? Það sameining. Við getum skoðað hana út frá öllum þessum spurningum. En það líka hægt að hugsa samvinnu. Samvinnu til lengri tíma eða hreinlega samvinnuverkefni. Það eru fordæmi fyrir því að hún hafi til safnaklasar. En það líka fordæmi fyrir því að mestur áhuginn á því að stofna ný söfn. Og í þessari samvinnu, hvaða samstarfsaðila við þá að tala það háskóla- og fræðasamfélagið, ferðaþjónustan, lista- og hönnunargeirinn,
fyrirtæki, félagasamtök. Það eru ýmsir sem að hafa bæði áhuga og forsendur til að vinna með söfnunum til að einmitt efla þetta faglega starf. Mér langar til að rifja upp 2 markmið sem að sett voru fram í safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu. Hið fyrra er samfélagslegt hlutverk safna verði í fyrirrúmi. Hið síðara er metnaðarfull uppbygging og árangursríkt safnastarf. Og það er kannski þetta sem ég langar að biðja ykkur að hafa í huga hér í umræðunni. Metnaðarfull uppbygging og árangursríkt safnastarf. Hvert safn þarf því að spyrja sig, hver er stefnan fyrir þetta safn sem ég starfa hjá? Það þarf ég að starfa í samræmi við gildandi lög, fara eftir þeim stefnum sem eru settar á þessu sviði. En hvernig getur mitt safn reynt að styrkja sitt faglega starf? Ég vona erindin og umræður í dag veki ykkur til umhugsunar, gefi ykkur svona innsýn inn í bæði ferlið og reynsluna af sameiningum og gefi ykkur kannski smá veganesti til að íhuga hver er framtíðarsýn ykkar safna. Hvernig mun safnalandslagið þróast á næstu árum? Og svo ég rifji bara upp það sem ég myndist á hérna með ferðalangana í upphafi. Hvað vil ég fá út úr ferðalaginu og hvert er ég að stefna? Takk. Anna-Lísa alveg á tíma. Þá er komið að Guðnýju Gerði og Maríu Karin sem ætla að fjalla nýtt Reykjavíkursafn og sameiningu til sóknar. Góðan daginn. Við María Karin ætlum að skipta þessu með okkur, þannig að ég ætla hér að byrja og síðan mun hún taka við. Það sem ég ætla að segja frá er svona aðdragandinn, hvernig það kom til að Reykjavíkurborg ákvað að sameina söfn sín, þar að segja minjasöfni, og sem að þegar eru með stærstu söfnum hvert á sínu sviði og kannski finnst sumum skjóta skökku við að byrja á þeim enda. En það sem að ég ætla að fara aðeins í gegnum með ykkur hér er hvernig þessi vinna hefur verið unnin, hvernig ákvarðanir hafa verið teknar og undirbyggðar. Þannig að það er svona, síðan mun María Karin taka við og greina ykkur svona frá þessu breytingaferli sem að við erum auðvitað bara í miðju kafi í og svona segja frá því hvar við erum stödd í dag. Þannig því að þessu náttúrulega engan veginn lokið. En aðdragandinn af því að það var tekin ákvörðun að sameina söfn Reykjavíkurborgar var sá að í janúar á síðasta ári þá óskaði stjórn Sjóminjasafnsins eftir því að verða borgarsafn. Sjóminjasafni sem er í eigu Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurhafna eða Faxaflóahafna eins og heitist núna, það óskaði eftir því og sem stofna sem sjálfseignarstofnun, óskaði eftir því stjórnin að borgin tæki rauninni við safninu og þar var sem sagt í rauninni óskum að það yrði þá sameina minjasafni Reykjavíkur. Þetta erindi var auðvitað skoðað og eins og hérna er í þessu stjórnkerfi sem við búum við, sveitarfélögin, þá var það til umfjöllunar í ráðinu, fagráðinu, menningar- og ferðamálaráði og það var niðurstaðan að menningar- og ferðamálaráð samþykkti í apríl að láta gera úttekt á því hvort það væri fýsilegt að sameina fleiri söfn, þar að segja tók ljósmyndasafnið eða söfn og verkefni á sviði minja eins og stendur hér í Reykjavík. Og það var niðurstaðan að skoða ekki bara sjóminjasafnið og minjasafnið, heldur taka líka ljósmyndasafnið og svo Viðey sem er í þeim skilningi ekki safn en minjastaður.
Nú, það var fengið til verksins ráðgjafafyrirtæki, það reyndar 2 sentra á mið sem að fengu það hlutverk að skoða og gera úttekt á rauninni faglegum og rekstrarlegum og fjárhagslegum ávinningi af því að sameina söfnin. Og það byrjaði verkefnið á því að gera svona fjárhagslega greiningu og síðan sem sagt voru haldnir vinnufundir með starfsmönnum í júní og ágúst, það var svona sikkur með sumarleyfi, þar sem að öllum starfsmönnum var boðið að taka þátt. Það var heill dagur í júní og svo aftur í ágúst og það var minni hópur sem síðan vann áfram með ráðgjöfunum og í september þá sem sagt lögðu ráðgjafarnir fram greinargerð sem var drög að samruna áætlun sem að var kynnt bæði þá fagráðinu og líka starfsmönnum. Og þetta var svo, það var síðan niðurstaða í menningar- og ferðamálaráði að samþykkja það að sameina, að leggja til sameiningu við borgarráð og borgarstjórn. Og það var ákvörðun tekin í borgarstjórn í desember á síðasta ári að sameina söfnin 3 og Viðey í eitt safn. Nú, ráðgjafarnir, eins og ég sagði, fóru í fjárhagslega greiningu og skoðuðu svona ýmsa möguleika, bæði þá að sameina ekki og líka sem sagt að ganga einhvern veginn svona hálfa leiðina með auknu samstarfi og síðan sem sagt að algjöra sameiningu. Og þetta voru þeir 3 valkostir sem að þeir greindu frá í sinni skýrslu. Það væri sem sagt, þetta er nokkuð rugglast, það var í fyrsta lagi bara að reyna að halda sjó. Það segja að söfnin störfuðu áfram, reyndu að svona bara halda sínu striki hvert fyrir sig, möguleika með einhverju samstarfi eða einhverju samnýtingu, samþættingu á ákveðnum verkefnum. Síðan að sem sagt sameina söfnin algjörlega á þennan hátt að búa til nýja einingu, algjörlega nýtt safn og síðan væri láta líka valkostur að gera bara ekki neitt. Það sem að þeir mátu sem sagt svona hvert valkost fyrir sig að þar var þá þetta að gera ekki neitt. Það var staðreynd að fjárveitingar borgarinnar til þessara starfsemi hafa lækkað rúm 20% raungildi frá árinu 2008. Þetta er auðvitað sama og allir hafa gengið í gegnum bæði með beinum niðurskurði en líka bara með því að á síðustu árum hafa söfninni bæði það hafa verið skertar fjárveitingar en bara að raungildi með verðbólgu með því að bæta ekki það sem sagt verð með engum verðbátum sem sagt hefur ekki verið að þá er þetta staðan og þetta er bara reksturinn að búið að taka út úr þennan húsnæðiskostnað þar sem heitir innri leiga af því það er þessi peningar sem fara hringinn í borgarsjóði og þar hafa söfnin fengið verðbæturnar þannig að við höfum fengið það sem leigan hækkar samkvæmt vísitölu en þetta á við annan rekstur heldur það að leigja húsnæði af Eignasjóði Reykjavíkur. Nú, ég ætla að fara tilbaka hérna. Valkostirnir sem sagt það að gera ekki neitt og þeirra mat var það að ef það væri niðurstaða að gera ekki neitt þá gæti það leitt til þess að sjóminjasafnið þyrfti að leggja upp laupana. Það var ljóst að sjóminjasafnið var í rekstrarvanda og það var í rauninni hvatinn að því að stjórnin óskaði eftir þessu við borgaryfirvöld. Og það var líka mat þeirra að það þyrfti að endurskoða þá starfsemi ljósmyndasafnsins sem að býr við afar knappar fjárhag. Minjasafnið sem er hérna stærst og það var svona talið að það myndi nokkurn veginn geta svona klórað í bakkann og haldið sjó en að hinn söfnin hefði svona verri skilyrði til þess. Nú, í rauninni þá það að halda sjó eins og ég sagði, það væri þá í rauninni bara það að það væri
að halda því að reyna eins og undir, en með því að það búið á síðustu árum að ganga eins langt og hægt í hagræðingu, þá væri það að halda sjó svona í rauninni að það fjaraði smátt undan. Nú að sameina söfnin, það væri þó inn í þeim möguleika að einhver viðleitni til þess að það mætti ná fram einhver samlegð í rekstri með ákveðnum þáttum og þannig væri kannski hægt að svona sporna við. Nú, þriðji valkosturinn að sameina söfnin, það var sá kostur sem var svo niðurstaða þeirra að leggja til og það var þá gert í því markmiði að efla safnastarfið sem hagkvæmastan hátt. Það er að segja í rauninni að nýta það fjármagn sem að nú þegar veitt til þessara safna og Viðey sem við tölum bara sem safn hér líka til að flækja þetta ekki. Við mögum ekki gleyma því að Viðey inn í þessu líka. Það að sameina, að ganga skrefið til fulls og sameina söfnin, það væri vænlegast til þess að ná fram í rauninni betri nýtingu á fjármunum. Nú, það var niðurstaðan og það var í rauninni það var tvær forsendur að annars vegar þá þetta ekki sameining til að skera niður, heldur það gert á núverandi fjárhagsgrundvelli og markmiðið sem sagt að reyna að efla þessa starfsemi með þeim fjármunum sem eru nú þegar til ráðstöfunar. En síðan ekki minna mikilvægt að muna að markmiðið líka að skila auknu verðmætum í grunnstarfseminni, það er að segja í hinu faglega safni, það er söfnun og varðveislu, rannsókn og miðlun, að það skili Reykjavíkurborg og borgarbúum sem eru eigendur safnsins auknum verðmætum. Í þeirra skýrslu líka lagt mat á hvert getur orðið ávinningurinn af sameiningu og það að þeirra mati og það sem í rauninni skýrslan eins og ég sagði þeirra byggir á þessum vinnufundum með starfsmönnum, þannig að þetta eru þau sjónarmið sem að koma í þeim skilningi frá starfsmönnum safnanna að það ávinningur af því að geta eflt starfsemina, bæði innra starfið, sýningarnar og líka með öflugra þá markaðsstarfi sem að stærri eining færari að ná til fleiri og fjölga gestum og þar með tekjum. Það var líka, og þeir lögðu ekki neina dul á það, að þeir töldu ekki vera neitt fjárhagslegan hagræðingu af þessu til að byrja með. Það er að segja að þetta ekki sparnaðar, þetta mun ekki skila borgarsjóði í þeim skilningi einhverjum að það verði skorið af og færist aftur inn í borgarsjóð hluti af því féð sem hefur verið varið til safnanna, en þó möguleika því að þetta geti skilað ávinningi, fjárhagslegum ávinningi þegar að litið til lengri tíma með því að ná fram hagræðingu resti. En til að byrja með eins og bara þekkt, þá það að sameina og koma nýr starfsemi á svona nýja rekstrargrundvöll, það bæði tekur tíma og það líka í byrjun ekki augljóst að það skili einhverju hagræðingu. Þannig að þetta er sett fram þannig að þetta ekki sparnaðaraðgerð, heldur sóknaraðgerð til að tryggja viðgang og framtíðarvöxt safnanna, til að gefa þeim tækifæri á að nýta sitt betur. Þetta er gert með það fyrir augum að blása til sóknar og í framhaldi var líka eitt grundvallaratriði að það verði að vinna svona verkefni af verði eins og þetta var lagt upp í september og sem að síðan var með þátttöku starfsmanna. Og bara svona til þess að sýna ykkur þetta auðvitað svona skema eins og ráðgjafar geta sett upp. En það auðvitað í þessu bæði að líta til hags bara safnanna sjálfra, hver verður hagur þeirra
og þessari starfsemi, núverandi starfsemi þeirra að safna starfinu, en ekki síður líka hver verður hagur Reykjavíkur eða hagur Reykjavíkur borgar, bæði stjórnar Reykjavíkur borgar en líka borgarbúa. Og lykilatriðið að það verði að vera af þessu bæði sérhæfing og öflugra faglegra starf sem að veiti möguleika til að hlúa að menningarverðmætum á þá betri hátt heldur hver fyrir sig getur núna, og þar með séu sem sagt meiri möguleika til þróunar og framfara og aukinnar verðmætasköpunar í þekkingu sem að með þessari samlegð á innra starfi möguleg. Og það muni líka skila hagkvæmni í rekstri og síðan að þetta tvennt staðast saman hér, að safnið getur orðið sterk rödd og fagleg forysta í safnastarfi og samstarfi og þar með auki verðmæti borgarbúa og sem að leiði til verðmætasköpunar, bæði sem sagt þá þekkingar og líka fjármuna og auki lífsgæði, og það þetta hugtaki sem í safnalögunum að hlutverk safna að auka lífsgæði, og með þessu þá eigi að vera að ná þeim ávinningi, þá verði hægt að ná þeim ávinningi að styrkja safnastarfið og að það verði til öflugra safn. Nú ég búin með myndluta og Marja, hvað tekur við ekki þessu? Já, nefndi Guðríkjær, það var unnið í vinnuhópum síðastliðið sumar í júní og ágúst, og auðvitað var það svo venjuleg vinnufundur eins og við höfum prófað, þar sem voru fullt af gulum miðum og slíkt, og niðurstaða starfsmanna hvert hlutverk safnsins, það að skapa menningarverðmæti með söfnun, varðveislu, rannsókn og miðlun, sögu og menningar af Reykjavíkur. Og svo var það framtíðarsýnin líka. Hún var þetta safn í sterku tengslu við íbúana, þessar Reykvíkinga, sem styrkir sjálfsmynd þeirra og stolt með því að gefa þeim kleift að upplifa söguna og skynja fortíðina á sem fjölbreytilegastan hátt eða fjölbreytan háttstendur. Og svo var það markmið með þessu saman, eða inntak og meginmarkmið, sem var líka niðurstaða hópavinnunar. Það er aðlaandi menningartengd þjónusta sem var erindi við íbúa og gesti Reykjavíkur og styrkir ímynd borgarinnar. Og þetta var svona niðurstaðan á að hafa einhverja svona sýn. En sem staðreyndir, lykiltölur, þá í þessu nýja safni að fjöldi starfsmanna 32 og fjárhagsáætlun rúmlega 400 milljónir. Þetta verður næststærsta safnið á landinu á eftir Þjóðminjasafninu. Það var sjálft breytingaferlið. Frá með í desember, Guðríkjær tók síðasta ár, það sé árið 2013. Í desember eftir allt var samþykkt í borgarráði og sínum borgarstjórum. Þá var skipaður stýrihópur sem forstöðumenn safnanna, núverandi, skipa og sviðsstjóri, þannig að í desember tók þetta til starfa. Á samanskap var breytingarstjóri ráðinn til að stýra verkefninu og hann líka tengiliður sem stýrihópsins og starfsmanna. Og þetta mjög gott að fá utanaðkomandi manneskju í þetta, því að það þetta gífurleg vinna, og þetta vinna meðfram öllu öðru, eins og allir þekkja svo sem, það ekki nýtt, en gott að fá nýja sýn og líka til að manneski sem hafi unnið í breytingum innan Reykjavíkurborgar. Það fengið samt sem var utanaðkomandi sjálfsvægt starfandi. Við fengum líka manneskjuráðgjafa sem var ráðinn í verkefni tengdum manneskjumálum, og það mjög mikilvægt því að þetta verið að breyta störfum og þarf að skilgreina réttindi starfsmanna og upplýsa starfsmönnum hver þeirra réttindi eru í slíku ferli. Og það líka verið að flytja, starfsmenn hafa búið til ný störf og hvað það sem gæti gerst í því hvað má og hvað má ekki. Og líka bara þetta sem gert á þann hátt að fólki líður svona vel í þessu. Það sé ekki óþægilegt. Þó auðvitað sé það inn á milli, það bara svo eðlilegt. Hér svona afskaplega fyrir tafla sem við fengum tímasetningar helstu verkefnin. Þetta hefur þessu verið aðeins seinkað, við minnum svona 2 mánuði, en það ræðst og helst að því að í desember það var tók dróst að samþykkja þessa breytingu, bara því það hlutinni dragast, aftur að vera samþykkja október og nóvember í borgarráð, en var sér ekki samþykkt fyrir desember. Þannig í stað þess að byrja vinnuna í desember var byrjað í janúar, og þegar ég segi vinnuna, þá ég hópa vinnu, þá vinnu sem snýr að starfsfólki myndi vinna, og þar sem það kemur inn í þetta, sem heit þá raun að vera
annar til þriðji áfangi samkvæmt þessu kerfi hér. Og það var 5 hópar skipaðir og hvert safn á fulltrúa í hverjum hópi. Það hóparnir sem voru stofnaðir voru hópar húsnæði, hvar ætlum við að vera, hvar erum við og hvar verðum við. Kynningamálin, hópurinn tekur það sem var saman þvert á núverandi. Síðan var miðlunni, fræðsla og sýningar, þá var minjavarslan og síðan var söfnun og varðveisla. Hvar á allt saman að vera. Svo hvar erum við í dag? Menningarfræðimálið hefur samþykkt skipurit og það er búið að ráða safnstjóra. Vinnuhópar hafa skilað þessi fyrsta áfanga og það er ýmsar tillögur í gangi sem safnstjóri mun síðan taka tillit til og skoða og meta. Það er búið að auglýsa störf millistjórnenda, það er að segja deildarstjóra fjármála og rekstrar, verkefnastjóra kynningar og markaðsmála, deildarstjóra miðlunar og deildarstjóra minjavörslu og rannsókna. Og þá ætla ég að sýna hérna skipuritið, það er að segja drög að skipuritið, það er ekkert orðið endanlegt, enda er safnið ekkert stofnað eða verður ekki til fyrir 1. júní. Þetta sjáum við þetta og hvað heyrir undir hvað. Við sjáum þetta menningarferðamálaráð, það er sviðstjóri og svo er safnstjóri. Undir hann heyra 3 deildir, það er þá rekstur og þjónusta og það er minjavarsla og rannsóknir og síðan miðlun og fræðsla. Reyndar tíma voru kassarnir 4 þar sem var þetta deildirnar. Það var minjavarslan höfð sér og rannsóknir og varðveisla og söfnun var sér. Og síðan var ákveðið að sameina þetta, að minnst til að byrja með, þetta er alltaf ekki allt saman komið, að bæði til þess að minnka yfirbyggingu, hafa hann ekki of dýra og að það fær ekki ógli peningar hérna. Og þið sjáum þarna helstu verkefni þarna undir. Það er þessi praktísku verkefni varðandi og svo sumt og vera að fara á milli og búið að ræða margt fram og tilbaka á þetta heima hér og þetta heima þarna þegar að fara með eitthvað annað. Þannig að það hefur verið púsluspil eins og gengur bara. Sjálf breytingaferlið. Þetta voru greiðilega vinna fyrir starfsfólk og eins og ég sagði áðan meðfram öllum öðrum verkefnum. Og svona vinna, hún eðlilega tekur á, þetta er óvissa, þetta er bið, oft lungbið. Til dæmis marsmánuður virkaði endalausum tíma, því þá var svona hugmyndir að flest væri komið í ljós þá, en það var ekki. Þannig að fólk var kannski til óþreyjufullt. En það hafa verið haldgans reglulegir starfsmannafundir með öllum söfnunum og öllum bara. Það sem farið er yfir stöðu mála og breytingarstjórinn stýrir þeim fundum og líka hefur sendt út reglulega bréf til starfsmanna að segja hverju staðan er. Því hættan er, eins og við öllum vitum, að það komi ykkur misskilningur. Að þeir eru kjaftasamstæðu eitthvað yfir svona hinsinn og svo kannski ekki fótur fyrir því. Þannig að þetta er svona til þess að slá á óvissu og upplýsingar séu réttar. Og þráttur að séu efasemdir þá er auðvitað til okkur líka og okkur sagt að það séu allt saman eðlilegar tilfinningar miðað við kenningar og breytingarstjórnum. Þannig að þetta er allt saman þekkt. Það er ekkert nýtt undir sólinni, hvort sem við erum glöðið eða þörfum tegum. Eins og ég sagði þá er stefnt á að safnið taki til starfa 1. júní og það er auðvitað margt óunnið, þannig að maður gerir ráð fyrir að sumarið verði, ég giska að vera svona fljótandi skipulag, að vera eitthvað mjög skýrt nákvæmlega hver gerir hvað, af því nú fer þetta allt þvert á söfnið núverandi, þannig að við fljótum á þessu í sumar. Og svo kemur hausti, þá er áframhaldandi stefnumótunarvinna og þá er það verið að gera ný starfs- og fjárhagsáætlun fyrir safnið fyrir 2015 og þá fer þetta að skýrast. Það hefur verið í gangi núna að vinna með nafn á safnið og það eru víst komnar einhverjar hugmyndir. Ég veit ekki hvert það verður. Það var eitthvað grín á starffundur daginn. Hvað var það aftur? Guðbrandur? Það var svo Orkuveita. Já, það var verið að gera grín að eins og Orkuveita Reykjavíkur og þetta safnið að Varðveita. Það var að tala um hvað ekki? Varðveitana? En ég vona að við munum ekki heita Varðveitana. Það sé fyndið. Annað var það ekki. Takk fyrir. Mér sýnist að allir ætla að nýta sínar 20 mínútur til fulls, þannig að ég legg bara til að þið punkti hjá ykkur þar sem við viljum tala og spyrjum á eftir. En mest ætla ég að kalla til Ölfundís.
Já, komið sæl. Það ánægjulegt að fá að vera með ykkur í dag sem safnstjóri byggðasafns út á landi. Það hefur verið mjög lærdómsríkt og áhugavert að stýra byggðasafni Snæfellinga og Hnapphella í Norska húsinu í Stykkishólmi undanfarin 2 ár, sem einmitt samstarfsverkefni 5 sveitarfélaga á öllu Snæfellsnesi. Ég tók við starfi 1. apríl 2012 og þá í skertu starfshlutfalli í 80% starfi til 1. mars 2013 og tók þá við 100% starfi og rúmlega það. Heyrðu það alveg í mér? Já, sem sagt áður fyrir hafði ég stýrt fræðsludeild Listasafns Reykjavíkur í mismunandi hlutverkum frá 2006 og það er í rauninni ekki mikill munur á að stýra deild í stærra safni og að stýra litlu safni fannst mér og svo að viðfangsefnin séu ólík. En það sem ég fann mjög sterkt fyrir strax á fyrstu dögum í starfi var hversu ein ég var í að draga vagnin og koma verkefnum áfram. Hér var engin húsvörður, engin sem sá ræstingu, ekki hægt að kalla í tæknimenn til að aðstoða við sýningar og uppsetningar, ekkert starfsfólk nema rétt yfir sumartímann til að sinna afgreiðslu og gestum og eftir 5 mánuði í starfi sá ég að það væri nauðsynlegt að fara í ákveðið fræðslu átak gagnvart aðelda sveitarfélögum safnsins, það er að segja eigendum safnsins og ræða mjög opinskátt ástand þess, innviði, viðhorf og stefnumótun. Ástandið var ekki mjög gott þegar ég tók við. Mér fannst ég ekki gera annað en að taka til í bókstaflegri merkingu og við að fá botn í innra starfsafnsins, rekstur og skipulag utanumhalds, ef segja má sem svo. Ég rakst endalaust á ósýnilega veggi. Stofnskrá safnsins var ófrágengin og í ferli frá 2010. Stefna safnsins virtist ekki vera skýr þrátt fyrir að þetta samstarf sveitarfélaganna safnið hafi komið til árið 1970. Ég gat ekki betur séð en að mikið vantaði upp á vilja til samstöðu málefni safnsins. Þegar taka þurfti ákvarðanir sérstaklega. Ef hlutir ekki ræddir eða ákvarðanir teknar leiðir það til eins konar stefnuleysis. Þó stefna sér til á pappír þá þarf að framfylgja henni sátt og samlyndi. Eitthvað virtist vanta upp á þetta og ég hugsaði mér að þetta hlyti nú að lagast eða breytast. Mér fannst verst af öllu að finna fyrir því að eigendur safnsins, sveitarfélögin 5, virtust ekki finna til ábyrgðar gagnvart faglegu starfi safnsins. Ég sá eftir ákveðinni kergju, sveitarfélaganna milli, jafnvel ríg og innbyrðis samkeppni. Mér minnir að Margrét Hallgrímsdóttir hafi sagt í sjónvarpsþætti hér 150 ára, sem tengdist 150 ára afmæli Þjóðminjasafnsins, að safnastarf væri að mörgu leyti ósýnileg vinna með horfinn heim eða minningar. Mér finnst þetta ágætt að vísa til þessa í þessu fræðslu átaki mínu, því ég rak mig fljótt á að fólk virtist ekki almennilega átta sig á út af hvað safnastarf gengur. Og það var því rætt þessar meginstoðir að safna varðveita rannsaka og miðla og ég eyddi mörgum klukkutímum og fyrirlestra að ræða að það séu ekki einungis hlutirnir, sýningarnar eða safngestirnir sem það hafa hugað, heldur heildun öll. Byggðasafn Snæfellinga og Hnapphella er í eigu héraðsnefndar Snæfellinga og heyrir undir yfirstjórn hennar. Aðilar að héraðsnefnd Snæfellinga eru sveitarfélögin á Snæfellsnesi sem eru Eyja og Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Snæfellsbær sem er Ólafsvík, Hellissandur og Rif og Stykkishólmur þar sem Norska húsið er staðsett en því miður ekki á hjólum eins og einhver stjórnarmeðlimur orðaði það þegar umræða safnið átti sér stað meðal foreldra þess innan gæsalögum. Ég hef stundum notað myndlíkinguna að Norska húsið væri barn sem ætti 5 foreldra en enginn vildi taka ábyrgð. Eins og svo oft í forræðisdeilum þá snýst máli peninga. Safnið þarf að sjálfsögðu að starfa samkvæmt safnalögum, siðareglum ICOM sem í þágu samfélags og framþróunar þess og með því að standa vörð menningararf
og á mínum fyrsta fundi, áður en ég tók til starfa, það var aðalfundur héraðsnefndar, að þá nýtti ég mér tilvísun í siðareglunar fjármagn og þar stendur að yfirstjórn skal tryggja að nægir fjármuni séu fyrir hendi til að standa undir starfsemi og framþróun safnsins. Fjármagn og framþróun safnsins höfðu lengi verið í járnum í starfsemi þess og eitt helsta ágreiningsefnið. Þeir þarna út á Nesi, heyrði maður stundum, þeir vil ekki borga fyrir safn sem staðsett í Stykkishólmi. Þetta var þó nokkuð framsækin ákvörðun hjá héraðsnefndinni 1970, sem áður hét sýslunefnd, að kaupa norska húsið, en þá var húsið í algerri, 1970, þá var húsið í algerri niðurníðslu, bárujársklætt með svölum og ýmsar breytingar voru gerðar sem hentuðu fyrir ódýrt fjölbýlishús, en það semst ástæðan fyrir kaupum þessa hús var að starfrækja þessa. Ég er búin að minna dálítið ofta það í mínu störfum. Það tók 20 ára að gera það upp og komaði í sitt upprunalega horf, en árið 1991 var húsið opnað, en föstu sýningarsafnið opnuðu 10 árum síðar eða árið 2001. Því miður er staðan þannig að starfsemi snýst að miklu leyti krónur og aura, ekki faglegt starf eða samfélagslegt hlutverk safnsins. Í raun hefði mitt fyrsta fjárhagslega ábyrga verk átt að vera að reka sjálfur mig sem safnstjóra. Það er að segja, ef einungis hefði verið horft á reksturinn. Til þess að geta rætt samvinnu, samstarf og sameiningu þurfa sveitarfélög að átta sig á alþjóðlegu samhengi safna og fjárhagslegri og faglegri ábyrgð sinni sem eigendur safns. Nú er þetta komið í samþykkta stofnskrá safnsins, það er að segja að við vinnum eftir siðareglum og safnalögum, en hún var samþykkt í september 2013, loksins. En það má kannski benda á það hér í framhjálpi að óneitanlega hefur áhrif á stöðu safnmála á svæðinu að verkefni héraðsnefndar fyrir utan að stýra byggðasafni, Snæfellsjökull og náttúrulega, eru ærin. Undir þeirra hatti er þjóðlendunefnd sem sinnir málefni óbyggða, eignarréttindi og nýtingu fyrir búfé, Breiðafjarðarnefnd sem er á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands og búfjáreftirlitsnefnd sem fer með eftirlit með búfé og að ekki sé verið að fara með búfé á milli landsvæða vegna sjúkdóma eins og rifu. Og síðast en ekki síst sér héraðsnefndin umhverfisvottunarverkefni Earthcheck sem miðar að því að sveitarfélögin og þjóðgarðurinn Snæfellsjökull starfi í anda sjálfbæra þróunar. Þannig að þetta eru stór verkefni. Og safnastarf kannski ekki alveg í fyrsta sæti. Eins og það hefur mögulega orðið verið nú þá þegar þá er ákveðið rof í hugtakanotkun á milli byggðasafnsins annars vegar og hússins hins vegar. Til þess að ítundur jákvæmt viðhorf og samfellu í hugtakanotkun hef ég passað mig á því frá fyrsta degi að tala alltaf norska húsið og byggðasafn Snæfellsjökull og náttúrulega í sömu setningu, ekki norska húsið í Stykkishólmi. Eins og ýmsar vörur voru merktar og merki safnsins oft sett fram án tenginga við byggðasafn. Ég stakk upp á því til einföldunar á einhverjum fundinum að nafnið er stytt þar sem Hnappadalssýsla er ekki lengur til og að kalla safnið byggðasafn Snæfellinga. Þá kom upp áhugaverð klemma. Pakkhúsið í Ólafsvík gengur nefnilega undir nafninu byggðasafn Snæfellsbæjar en hefur þó aldrei haft formlega stöðu byggðasafns eins og hún er skilgreind í lögum. Pakkhúsið heyrir undir aftaðarstofu sem staðsettir við hliðina á safninu í Ólafsvík en Snæfellsbæjar er náttúrulega einn af aðeldar sveitafélögunum sem kemur að norska húsinu. En það var sem sagt verið að byggja upp bæði pakkhúsið og norska húsið á svipuðum tíma. Þannig að þarna kemur svona smá innri samkeppni strax. Já, það er ekki nóg með að héraðsnefndin sé í stjórn safnsins heldur að framkvæmdaráð Snæfellsness skipa bæjarstjórum og oddvitum svæðisins. Það fer með verkefni héraðsnefndar á milli aðalfunda. Þannig að við erum að tala svona tvíhöfða, óorgadýr, mögulega.
En þetta er allt indæls fólk og ekkert af því, en verkefnin eru mörg. Stjórnin er samsett úr framkvæmdaráði og héraðsnefnd hins vegar. Svo eru stærri sveitarfélögin með sínar eigin safna- og menningarmálanefndir, lista- og menningarnefnd og menningar- og tónlistarmálanefnd, en þessar mismunandi nefndir virðast ekki starfa saman og engin tenging virðast vera á milli þeirra, önnur er sú að þetta eru allt pólitískar nefndir. Það er því óhætt að segja að Norska húsið, byggðasafn Snæfellinga og Hnattalega, standi frammi fyrir áhugaverðum ágreiningsefnum og óljóst hver gætir hagsmuna hvers. Þetta er allt, eins og ég segi, indæls fólk sem sinnir sveitarstjórnarmálum í sínum frítíma og gerir sitt besta við að koma málumnum áleiðis. Ef ég reyna að draga þetta saman, eða semst ramma safnsins saman, þá lítur þetta einhvern veginn svona út. Og við þurfum að taka mið af húsafriðunar, semst við erum alfriðað hús, eða Norska húsið er alfriðað, 182 ára gamalt í sumar. En þessar nefndir og framkvæmdaráð, þetta er dálítið þunglamalegt í svona, já. Hvað að fá að spjöld? Nei? Ég sé þið ekki, sko. Ég vil gera svona. Já, ok. Já, en það má sem sagt með sanni segja að við lifum á spennandi og til krefjandi tímum hvað söfn og menningararfaraðar. Það er að minnsta kosti nóg af áskorunum til að takast á við og stór hluti af mínu starfi hefur farið í að útskýra allar þær breytingar sem hafa átt sér stað í þessum efnum síðustu árin. Því ásamt því að fjalla þetta órjúvanlega samhengi faglegs safnastarfs. Og sameining sveitarfélaga er mjög umdeilt mál á Snæfellsnesi og sveitarfélögin með ólíka skoðanir af því. Þegar ég var beðin að tala hér sameiningu safna, kallaði ég eftir punktum og pælingum þeirra sem sitja í forsvari fyrir stjórn og framkvæmdaráð safnsins, þannig að raddir eiganda safnsins fengju að heyrast í þessu samhengi. Það sama gerði ég í haust þegar viðurkenningarferli safna stóð sem hæst. Þá fann maður vel fyrir því að vera einyrki og saknaði deildaskiptinga og stærri söfnum, þar sem hver sinni sínu þætti en þó í samvinnu. Og svarið við þessu ákalli mínu samvinnu var þetta. Ég sendi fyrirspurn til 17 aðila sem hafa með starfsemi safnsins að gera. Fólk í stjórn og varamenn, bæði héraðsnefnd og framkvæmdaráði, því mikið var í húfi að fá viðurkenningu sem við fengum og ég er mjög þakklát fyrir það. Og varðandi þessar spurningar sem voru sendar inn til umhugsunar sameiningamál, hvað mælir með sameiningu, hvað mælir á mótinni, hvað eru hindranir í veginum, hvaða forsendur þurfa að vera til staðar, hvað skiptir máli, þá í rauninni var ekkert svar. Það var þögn og gargandi þögn ef ég má vera dálítið dramatísk. En þessi viðbrögð má ef til túlka á þann hátt að það getur reynst núið að vinna saman ef áhugi á umræðu er ekki fyrir hendi. Mögulega eru aðstandendur með of mikið á sinni könnu til að sinna safnamálum og því þyrfti að breyta á sveitarstjórnarstiginu. Svo ég gef ykkur smá sýnisókn hvað ég var að tala í þessu fræðslu átaki mínu. Þá var ég til dæmis að tala um skráningamálin og hversu mikilvæg þau eru og hversu mikið nákvæmnisverk þau eru. Og það var mjög áberandi að það þyrfti að formgera samstarf við önnur söfn á svæðinu. Norska húsið, byggðasafn Snæfellinga og Hnattalega, hefur séð skráningu fyrir Parkhúsið í Ólafsvík og sjóminjagarðinn á Hellisandi, en í rauninni er ekki til neitt þjónustusamningur þessa starfsemi. Þetta þyrfti að formgera. En við höfum ekki komist lengra en að ræða þetta og já, það er þetta með 50% stöðu sem var lögð niður 2010 sem þyrfti að endurheimta. Og það sem ég í rauninni sá fljótlega og mitt faglega mat var á þessum tíma að það væri mikilvægt að byggja þetta safn upp áður en hugað er að ráðgjöf eða vinnu fyrir önnur söfn og að samvinnan þyrfti að við báðar aftur. Og ég gerðist svo kræf að tala að það væri lítil sem engin samstaða safnið.
og að það var í rauninni það sem hamlaði framþróun og hreinlega elur og fordómi og þarna kemur skilnaðarbarnið inn. Þeim fannst ég ægilega vondið. En ég hugsaði mér, maður verður bara að vera hreinskilin. Þó leynist ákveðin ástríða gagnvart safngripum eins og sagan af umdeildu dráttarvélin Berneser í örstuttu máli. Þá var þessi safngripur í eigu Norska hússins, semst hann var í láni í Grundarfirði og ég fekk símtal þar sem að barst kvörtun það að hann verið staðsettur úti að leita til og ég lofaði að kanna máli sem ég gerði og komst þá að því að dráttarvélin hafi verið fjarlægð úr Grundarfirði í annað sveitarfélag, algjörlega öllum óforspurðum og í rauninni var gengið fram hjá 3 söfnum og ég leitaði aðstoðar hjá Landbúnaðarsafninu á Hvanneyri til að fá upplýsingar það hvað mætti gera og hvað mætti gera við svona grip af því ég frétti af því að áhugasamir menn væri að dytta af safngripnum en það var mjög hátt settur sveitarstjórnarmaður sem hreykti sér af því að hafa stolið safngrip og af því ég hringdi og spurði hvort ég ætti að tilkynna safngripinn stolinn eða hvort ég ætti að lána hann, hvort ég ætti að gera lánsamning sem væri auðsótt. En þetta ég hugsaði með mér, ok, þetta lýsir kannski ákveðnu svona ástandi að hvernig á almenningur að bera virðingu fyrir safni og safnastarfi ef að sveitarstjórnarfólk haga sér svona, hugsa ég. Og það síðasta sem að frétta af þessu er að eitt sveitarfélag hefur beðið eitt sveitarfélag til viðbótar, hefur beðið að hýsa gripinn, svo þetta líklega vinsælst safngripusafnsins og hann á hjólum. En já, ég ætla bara að renna hérna örstnögt í kringum, eða setja í gegnum myndir af starfseminni sem ég geti bara fengið að sjá. Það komu semst 9.477 gestir til okkar á síðasta ári. Við höfum staðið í viðgerðum og ýmsum verkefnum. Já, það er opið hjá okkur á sumrin og á aðventum. Þetta eru sýningarnar sem við stofum fyrir í síðasta sumar. Það er örstutt hér og svo er búningadagurinn alltaf mjög vinsæll. Og þar er maður að þjóðnýta börnin sín í vinnu. Fengum skúr, menningarhús í Skúrinn í heimsókn í síðasta sumar. Ég vildi vekja athygli á garðinn. Garðurinn er í niðurníðslu. Ég hugsaði mér, jæja, við fáum bara eitthvað svona umdeilt í garðinn. Og þá kom það að rísa upp eitthvað svona sjálfboðaliða með græna fingur og bara burt með þennan skúr. En við fengum íkveikjuhótanir í staðinn. Þannig að þetta virkaði ekki. Þetta sem sagt, en þetta er að mínum að þetta er mjög áhugavert verkefni, en svona, var dálítið sterk viðbrögð. Af því, innsetningin tengdist William Morris og William Morris kom í heimsókn í Norska húsið. Og þetta var eina umfjöllunin sem við fengum í fjölmiðlum. Ég sendi fréttatilkynningar. Þetta var eina sem við fengum umfjöllunum. Já, þetta er bara svona eitthvað hvað gerðist. Samstarfsverkefni við unnum með Earthcheck, sem sagt umhverfisfulltrúa á svæðinu. Sem sagt, við vorum kalla eftir samvinnu við íbúa og kölluðum eftir grænum gripum, af því það hafði verið áður hefð fyrir því að hafa kalla eftir bláum gripum og þá er bara að tala á litin, En okkur langaði að reyna að vinna með hugtakið sjálfbærni og sem sagt grænir og grænir svona í notkun, grænir á litin og grænir í notkun. Já, takk. Og þetta, sem sagt, syngin hér vertu græn, eða græn, sjálfbærni menningar að mætast og hún var í júlí og ágúst og þetta eru gripirnir sem okkur bárust. Og síðan notar maður alltaf sína reynslu úr Listasafni Reykjavíkur og fékk lánaða sjálfbærnisýningu og sem átti í rauninni að ferðast en við fengum ekki leyfi til þess að hafa hana lengur en útsumarið. Þessu landsbyggðarfólki er ekki treystandi fyrir myndlist, var mér sagt, en nei, grínlaust, þetta var bara svona
við bara náðum ekki að semja tryggingar og annað slíkt. Já, við héldum samkeppni, þarna umhverfisfulltrúinn að sýna hönnunarsamkeppni á pokum og örstutt samstarf við skólann á svæðinu. Það var með þessum þremur söfnum og þau fengu að halda sýningu. Og þeim fannst merkilegast og mikilvægast að opna sýninguna með borða. Hérna vorum við gjörningaopnun og það vantar, þetta hluti af þessu fræðslu átaki, að það vantar samstöðu, stefnu og ábyrgð. Og ég kom með þessa spurningu, lokaspurningu á þessa fyrirlestra sem ég fór með út allt Snæfellsnes á að viðhalda ástandinu og skapa enn frekari sundrung, stefnu og ábyrgðarleysi í málefnum Norska hússins byggðasafns Snæfellinganáttalag. Þarna var ég hægt að nenn að skrifa byggðasafn Snæfellinganáttalag. Eða fólk tilbúið til að finna úrlausnir gegnum samstöðu, skýra stefnu og ábyrgð? Og við þessari spurningu enn ekki komið svar. Fyrstu fyrirlesturinn fyrir og legg til að fá okkur kaffisopa núna og við mætum aftur hér í salinn 20 mínútur í 3, tökum okkur hálftíma pásu og spjöllum inn í myndirnar. Samstarf milli fagsviða. Við erum ekki kannski beint sameiningu safna, heldur þétt samstarf milli fagsviða sem líka ein tegund af samvinnu. Það kannski gaman að heyra Ég stilli þessu upp eins og þið sjáið sem að mér fannst áhugavert að heyra erindum á undan. Það var svolítið talað veggi og hérna einstaklingur bak við vegg og það blóm hinum megin sem að þarf að ná í, ekki satt. En hann sér vegg, þannig að hann finnur ekki blómum. En ég ætla að byrja að nefna dæmi samstarf sem ég finnst alltaf svolítið skemmtilegt og tengist pínlítið okkar heimi sem svolítið sérstakur og skrítinn finnst mér. Það BAM, það að segja þessi vefgátt sem að Þjóðverjar eru með á milli bókasafna, skjalasafna og munasafna sem eitt heiti fyrir lista náttúrugripa og byggðasafn. Og ég sló inn Ísland bara svona til að sjá hvað kæmi út úr því. Þá kom í ljós að í bókasafnum í Þýskalandi eru tæplega 70.000 heimildir bækur, í skjalasafnum 1100 og það eru 137 safngripir sem tengjast Íslandi í Þýskalandi. Ég finnst þetta mjög skemmtilegt að maður geti ferða á eitt stað. Og svo svona sem hérna hluti af markmiðum okkar að þá segir hérna yfirmaður Thomas Watson bókasafnsins að með því að fara out of our old circus rings and into a new and more dazzling performance. Mér finnst þetta skemmtileg lýsing af því sem við erum að stefna að. En reynsluheimurinn sem ég kem með sem sagt samstarf milli fagsviða. Og ég tek þetta þríþætt, það rekstur, hindranir gallar og svo kostir eða bandstrik samfélagsáhrif. Vegna þess að í raun fannst mér þau öll vera kostir. Reksturinn, bara rétt til þess að segja þeim sem ekki vita, en við erum sérstætt með 5 söfn undir einum hatti í safnahúsi í Borgarfjarðar í Borgarnesi. Söfnin eru gömul eins og þið sjá. Eitt bókasafnið gengur aftur til lestrarfélaga, þannig að það frá 19. öld. Byggðasafnið og skjalasafnið eru sem stofið 50, listasafnið og náttúrugripasafnið eru 40. Þannig að þetta eru gömul söfn. Við störfum í Borgarfirði allt frá, má segja, Hvalfjarðarbotni með þjónustusamningi við Hvalfjarðarsveitarfélags skjalasafns og vestur í Vestra-Hafnarfjarðará, þar sem að Snæfellsnesið Önnur Dísar byrjar.
Það einn eigandi að söfnunum hjá okkur, þessum 5 söfnum, og það stóri plúsin. Það stóri veggurinn sem farinn sem gerir það að verkum að ég ennþá á lífi í þessu starfi eftir 7 ár. Það held ég vera alveg hægt. Við erum það einn forstöðumaður yfir þessum 5 fagsöfnum. Það ég og síðan eru 2 aðrir starfsmenn sem eru skilgreindir að stærstum hluta fyrir skjöl og bækur en ég á að sjá allt í. Það reyndar skilgreind staða munavarðar en það var nú tekið af 2009 og hefur nú ekki sést í útvís sólarlægið ennþá. Svo sumarfólk og verkefnaraðið fólk, gott fólk. Og þetta skipuritið, sveitarstjórn, sveitarstjóri þar undir og eða nefnd menningamála sem núna byggðaráð, sem þýðir að við erum í mjög góðri beintengingu við sveitarstjórn. Það kostur. Síðan það þessi forstöðumaður sem heyrir frá beint undir sveitarstjóra sem líka kostur, sem af okkur heyra undir nefndir, þannig milli. Og síðan eða bæjarritara stundum eða þannig, síðan eru aðrir starfsmenn. Ég vildi segja í þessari umræðu að starfslýsingar eru geysilega mikilvægar, þær séu nákvæmar og góðar. En svo sjáum við hann neðst hjá héraðsskjalaverði, hann sinnir einnig öðrum þeim störfum sem að bla 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 bla, sem líka nauðsynlegt í öllum starfslýsingum. Þess vegna fer skjalaverðurinn stundum út með rusli. Í húsinu hjá okkur eru 2 fastar sýningar, þið þekkið þær nú flest börn í 100 ár og ævintýri fuglana og þær eru hugsaðar fyrir alla. Það að segja túrista og fólk af öllu landinu og svo framvegis og þær sýningar settum við upp að hluta til með ómetanlegum stuðningi í millisafnalánum við önnur söfn. Síðan eins og árið 2013 við með sal uppi og árið 2013 vorum við með 4 aðrar sýningar uppi og í heild 16 verkefni stór og smá og þið sjáum hérna dæmi 2 þeirra á litlu myndinni sjáum þið Pála Húsafelli þar sem hann að skoða málverk sem hann gerði fyrir mörgum árum af Hallsteini Sveinssyni, velunnara íslenska listamanna miðja 20. öld og sem við vorum með sýningu á síðastliðnu ári. Og niðri sjáum þið kollega okkar Bjarnar Guðmundsson í Pontu þar sem hann að kynna á bókakvöldi eða sagnakvöldi Safnahús nýútkomna bókum Farmál. Þetta allt starfsfólkið, þannig að við erum hérna með smáa einingu. Hann Sævar Ingi sér héraðsbókasafnið og svo hún Ragnheiður á Gilsbakka búin að vera sjálfboðaliði hjá okkur síðan 2011. Kona sem rúmlega 8 en enginn sér það á henni og reynir að hafa við henni á gönguferðum. Hún kemur til okkar klukkan 1 á daginn og yfirleitt til 5 og þetta eru 4 dagar í viku og þetta gefur hennar lífi gildi en ekki síður okkar starfi. Síðan hún Helga Mín Jóhannsdóttir sem býr vestur á Snæfellsnesi, það rætur þess sem að þrýfur hjá okkur og það skiptir líka máli að það sé gert. Og síðan Jóhanna Skúladóttir sem að sér skjalasafn. Þau eru skilgreind sem héraðsbókavörður og héraðsskjalavörður Jóhann og Sævar. Sem sagt, sameining safna erum við þá búin að þessu. Maður getur haldið það og ég þá bara farið. En það ekki alveg þannig. Það eru veggir. Og þessi kostur nú ekki vera þarna en nú er það hindranirnar og gallarnir. Þarna sjáum við þetta uppstilt. Við erum með svona svolítið saman í flokki náttúrugrippabyggð og listasöfn, ekki satt. Til dæmis hittumst við undir þeim forverkjum hér sem búið að bjarga sálu heill minni síðan ég byrjaði að vinna á haustin og fundum og svo framvegis. Og síðan eru skjalasöfn og bókasöfn svolítið utan við þennan geira. Þetta einn veggurinn sem við þurfum að berjast við sem erum með þessi 5 fagsvið svona nátengt. Þetta eru mismunandi fagsvið en markmiðið það sama. Markmiðið að varðveita og kynna menningararfinn og auðga líf fólks með menningu eins og Anna-Lísa kom inn á hérna áður. Og ég ætla bara að segja ykkur rétt í svipinn að þarna kemur til mín nemendahópur í myndlistarsmiðju í tengda við Hallstein Sveinsson og hans minningu. Við erum með PowerPoint fyrirlestur og þegar síðan þeim sleppt lausum sýninguna eftir á og þá koma þessi 3 til mín og segja Finnur Sveinsson, bróðir Hallsteins, var langafi okkar allra. Og ég varð að taka mynd. Hvað gerir maður? Jæja, gallar og hindranir. Nú er ég að tala segjum svo að við ætlum að fara að sameina söfn. Ég ekki bara að tala okkar tilvik, heldur segjum svo bara sameining standi fyrir dyrum eða aukin samvinna ólíkra safna. Margskipt eignaraðild, eins og við heyrðum hérna á hann hjá Önnu Dís, getur verið stór hindrun.
vanafast starfsfólk sem hrætt við fagsvið sitt getur verið önnur hindrun. Það mjög erfitt og ég skil það mjög vel að fást við mjög stóra breytingar þegar fólk kannski búið að vera jafnvel áratugi í sínum eigin heimi og þróa sitt starf með ákveðnum hætti. Óskýrt skipulag, til dæmis óljósar starfslýsingar getur verið vandamál, flókið ytra umhverfi, eins og í okkar tilviki þar sem við erum með 5 söfn, en ég fer stundum á þennan fund út af þessu safni og stundum á hinn fundin út af hinu safninu. Stundum fer ég á fund út af 2 söfnum og stundum 1. Þannig ég vil alltaf skipta föt, svo má segja. Það er hætta á að megin tilgangur eigenda sé sparnaður. Þetta vitum við öll. Þetta má helst ekki vera megin tilgangur sameiningar eða samvinnu. Númer 6, ég spyr, hver er hvatningin fyrir núverandi starfsemi sem að gera þessa hluti? Nú spyr ég út frá okkur. Við erum með þessa nánu samvinnu, höfum í rauninni stigið yfir mjög margar hindranir og múra, vinnum mjög þétt saman, en það er engin svona sérstakur aðili að hrópa húrra fyrir því. Þeir eru bara búin að vera svona síðan 1961, þetta er ekkert merkilegt. En það kannski þarf líka að hvetja þá sem hafa náð árangri í átt til sameiningar eða samvinnu. Nú ytra umhverfið, það myndi ég segja er ekki tilbúið, ekki fyrir stofnun eins og okkar, þessa litlu stofnun sem er með 5 ólík söfn hluta innan borðs. Og ég nefndi þá sjóði og styrki, við verðum auðvitað að sækja hér og þar eftir því fyrir hvaða safn við verðum að sækja. Reglugerðir passa ekki, Hagstofan biður skýrslu en vill ekki gestafjölda fyrir bókasafnið inn í því, heldur bara hitt og svo framvegis. Skráningarkerfi kemur því nánar á eftir og svo samstarf á fagsviði sem er jú svolítið flókið, þannig séð. Ég ekki þarf að, en ég fer á ólíka fundi. Svo eru þessar stofnanir yfir okkur, fagstofnanir, safnaráð, þjóðskjalasafn, landsbókasafn, náttúruminjasafnið, náttúrufræðistofnun, tengist okkur, Listasafn Íslands. Þannig sjá það eru margir aðilar sem við þurfum að leita til því við erum með öll þessi söfn. Vernduð starfsheiti og sérhæfð menntun getur verið hindrun. Ég vil fá nefna sérstaklega eitt dæmi að ég hef beðið það að minn héraðsbókavörður fái að frumskrá bækur í gegni. Og ég get ekki ímyndað mér að sé flóknara að frumskrá bók í gegni heldur að frumskrá mun í sarp. Þetta er maður með 4 ára háskólanum á baki, hann er íslenskurfræðingur eins og við öll reyndar, en líka með kennsluréttindi. Og ég er reiðbúinn og hefur lýst mér reiðbúinn til að senda á hvaða námskeið sem ég hjá Landskerfi, en hann fær ekki að skrá frumskrábækur í gegni af því að hann er ekki með bókasafnsfræðing. Þannig að þetta er hindrun mínum að ég skilji þetta ekki. Síðan er það þau litlu systkinin hérna, Gegnir, Sarpur og Lísa, og ég ætla ekki að fara að tala seint framkomnar gjaldskrár núna, að við þurfum að skrá í 3 gagnum. Og Gegnir kostar eitthvað 300–400.000 ári, Sarpur er farin að kosta 400.000, og svo er það Lísa hjá Þjóðskjalasafni sem ég hef ekki haft ennþá efni á að kaupa, en þarf að borga örugglega aðeins fyrir líka. Man getur spurt sig, ef við erum að hvetja okkur til samvinnu og sameiningar jafnvel, hvort að hægt sé að nýta gagnagrunnuna okkar betur þannig að við getum spara peninga. Þá líður manni svona. En þá komum við að kostunum. Samhæfing, nú er ég að tala út frá minni stofnun þegar ég segi kostir. Samhæfing og samvinna starfsfólks er mikil akkur. Við, til dæmis héraðsbókavörðurinn, við minnumst borgfirska skálda árlega, núna til dæmis Guðmundar Böðvarssonar við stórri sýningu sumar. Og það er af því að hann hefur tengst bókmenntasviði, við höfum látið bókasafni verið í rannsóknum, svo hann sé ekki bara að afgreiða bækur, hann hefur hver veginn verið svo leiður á því. En hann er mikið í rannsóknum og hann, til dæmis vinnum við að þessu saman. Og þetta er auðvitað byggðasafn og bókasafn að vinna saman. Og hans mannauður nýtist í mínu starfi og öfugt. Sagnakvöld höfum við undirbúið líka saman og sumarlestrarverkefni og svo fleira. Skjalasafnið og byggðasafnið við vinnum rosalega mikið saman. Það er eiginlega ekkert verkefni sem ég hef sett upp á þess að tala við skjalasafnið. Hagkvæmni, húsnæði, við erum í sama húsnæði, þessu tilviki er það þannig. Búnaður eins og ljósindunarvélar og annað slíkt nýtist okkur. Sérfræði aðstóð eins og tölvu aðstóð og annað slíkt nýtist okkur og iðnaðarmenn jafnvel sem eru að koma á svæðið. Það er auðveldara að segja frá, finnst mér. Það er að segja, mér finnst
það að það eru færri veggir, það er styttra fyrir mig að teygja hendi yfir í skjalasafnið og ljósmyndasafnið heldur en annars væri eða væri annar staðar eða undir alveg öðrum hatti, að það gerir það verkum að við náum að túlka dýpra í okkar sýningarverkefni, finnst mér. Þar af leiðandi verður safnfræðslan fjölbreyttari líka, gagnvart krökkunum sem eru að koma og bara öllum hópum. Litríkari safnheimur hann laðar og opinn hug starfsfólks er mikilsverð. Það að þróa með sér í starfi opinn hug er mikilsverð og við getum aldrei haft okkar hug lokaðan, það virkar ekki þannig. Við viljum bara ganga frá í kaffistofinu og þrífa eða gera hvað sem þarf að gera á hverju sinni að engin annar er til þess, það er bara þannig. Ég er ekki að segja það sé gott, en það er þannig. En opinn hugur er gott. Teymisvinna, hún skapar meiri þekkingu. Ég hef haft þann stjórnunarstíl að ég ber langmest af því sem kemur inn af hugmyndum og þróunarstarfi, við vinnum það saman, ég ber það undir hópinn. Við hittumst á hálfsmánaðar fresti og fundum okkar mál og skrifum fundargerðir í framhald af því. Og mér finnst þetta að skapa meiri þekkingu, við erum þrjú, við erum auðvara fólk heldur en ég var í. Samstarf sýningar, ég nefndi það áður, fjölbreyttari störf, það liggur í hlutarins eðli að bókavörðurinn leiðist ekki eins í vinnunni, hann er fullt af rannsóknarvinnu. Skjalavörðurinn kemur ofta sýningum og verkefnum hjá mér og hjálpa mér að finna hluti og annað slíkt sem við þurfum að gera í okkar vinnu og ég hjálpa þeim báðum. Og síðan eru þó rannsóknir á öllum fagsviðum, það getur enginn komast upp með að rannsaka ekki eða sofna í vinnunni því að hann er bara vakinn af hinum aðilunum að því við erum öll að skipta okkur af hvort í öðru. Svo kannski síðast en ekki síst að það er einn staður fyrir gesti okkar til að fara á. Nú erum við sest í einu húsi og ég tala út frá því, það er náttúrulega við kjörið. Og ég tek dæmi fólk daginn sem kom og Lundareykjadal, þetta er nú 3 korter að keyrsla í Borgarnes og þau voru að fara á skjalasafnið með gott, þurftu að sækja bók á bókasafnið og skoða þessi sýningu þarna sem við sjáum hluta af sem eru þóð blinda smiðir og ófélstöðum með smiðarinn að ská. Þannig að það er að fara á einn stað. Hér er veggurinn aftur kominn. Ég sé það svolítið fyrir mér svona, það sé veggur á milli munasafnana og svo skjalasafna og bókasafna, en það sé ekki síður veggur á milli bókasafna og skjalasafna. Það er veggur í kringum skjalasafninu, í kringum bókasafninu. Og kannski þyrftir maður að byrja ofar heldur en hjá okkur að hugsa allt þetta gegn. Er allt í rugli? Byggðarsöfn og listasöfn vinna samt saman, það vitum við. Byggðarsöfn, listasöfn og náttúrugripasafn líka. Ljósmyndasöfnin, þau skrá í sarp, sem hver. Listasöfn fór náttúrugripi lánaða, Ólöf í Hafnaborg fór frá mér með stóra allt við hliðina á Sirglínum hérna suður fyrir Frekaskiptu. Bókasöfn kynna liðna höfunda, það er byggðasaga líka. Ljósmyndasöfnin eru ýmist innan minja eða skjalasafna, ekki satt? En þó eru enn múrar á milli safna og við höfum svolítið verið að ræða það að safnalán séu dýr. Ég hef nokkuð oft lent í því að þurfa að kaupa ljósmyndir og geta bara sýnt 2 af því að það voru dýrt fyrir mig að kaupa 4. Og þá bitnar það á gestinum, ekki satt. Lausnin, auðvitað hef ég hann ekkert. En hún hlýtur að felast í því að sjá ekki veggi. Byggja ekki turna, sína virðingu í samskiptum. Fagsvið tali saman, til dæmis skráningar, að eiga faglegar samræður við eigendur til þess að sýna sveitarfélögunum fram á að þau þurfi að skilja að við viljum vinna faglega. Og ég get ekki nósamlega að lofa miðstýringu safnaráðs í þeim efnum, þessi viðurkenninga til viðurkenningaferli, þetta finnst mér vera mjög gott, við bara búum að þessu. Að horfa til nágrannalanda er eitthvað sem við getum nýtt okkur til þess að spara, til dæmis í sambandi við gagnagrunnana og ég veit að þetta er þegar gert, en ekki bara að segja þetta þarf að vera. En leiðarljósið er hagsmunir samfélagsins, fjölbreytni, hagkvæmni, miðlun, fagmennska og fleira. En fyrst og fremst, og þetta er dásamleg ljósmynd, að krökkum sem koma að skoða Hallsteins-sýninguna og þið sjáum þarna að þau gera eins og er á teikningunars Páls á Húsafelli af Hallsteinsvinsinni. Hérna bak við. Hér er Þorbjörg Höskuldsdóttir sem hefur teiknað Hallstein og hér er Kristján Davíðsson og þar er hendin líka undir vanga. Allt vinir Hallsteins Sveissonar og maður næri gegn og æskan gerir eins. Hvað viljum við?
Sem sagt, frjósamt safnastarf. Komið með blómið í hendi. Og þetta listaverk, þessi veggur og þessi maður er eftir soninn Pál Einarsson. En þetta, ég vil þakka fyrir. Þetta er fyrir Guðrún og þá ætlar hún Írisólf að koma upp. Sitt þeirra til. Hvað verður? Hér. Gerðu svo. Góðan dag. Gaman að sjá okkur. Takk fyrir að bjóða mér að koma hingað. Mér finnst alltaf gaman að tala þetta samningu og samvinnu safna við Eyjafjörð, ég vil nú að segja það. Og hefur verið gaman að hlusta ykkur hérna. Sérstaklega fannst þetta gaman að hlusta á Ölmu. Ég búin að vera 12 ár á byggðasafninu Kóladalvík. En hvernig gerir ég þetta svona? Já. Við erum öll að reyna að gera það saman, eða ekki? Við erum öll að safna, skrá, varðveita, hlúa og miðla því sem snýr að sögu og menningararfi þjóðarinnar og þess svæði sem við erum að vinna á. Þetta er það sem við erum að gera og hvað sem við erum, hvort sem við erum byggðasafn eða byggðasafn á Litlumstað eða byggðasafn á Stórumstað, þá er það þetta sem við eigum að gera samkvæmt lögum. Og alveg einmitt. Og svo kem ég þetta eins og allir hérna í safnastefnuna sem er mín biblía þegar ég er að reyna að samféra pólitískt menningarráð og kenna þeim og vera þessi kennari sem segir hvað er safn, hvernig viljið hlusta mig, en þess að ég er búin að vera 3 kjörtímabil fyrir norðan og ég bara í vor mun ég aftur koma með nýja hverið og segja, nú ætla ég að halda smá tölu hérna, kenna svolítið. En á þessum 12 árum sem ég er búin að vera fyrir norðan hafa hlutir breyst mjög. Fólk er mjög stolt af safninu sínu á Dalvík og það fær aldrei frið. Ég er alltaf með græna fyrir og ég sendi það á fjölritað og sendi á alla aðila og allir fyrir að lesa og svo spyr ég hvað stendur þarna, er þú alveg búin að lesa þetta? Nú, ertu ekki búin að lesa þetta, þá skaltu lesa það. Sumir vilja halda því fram að einungis með sameiningu safna takist best að ná okkar góða markmiði sem er að auka gæði faglegs starfs og þjónustu. Viljum velta þessu fyrir okkur og nú er það þannig að við Eyjafjörður er stór fjörður með fullt af söfnum og sýningum. Einungis 4 söfn fengu viðurkenningu, það segir nú ýmislegt það, hvernig ástandið er. Eigum við að sameina viðurkenndu söfnin eða eigum við að sameina hinn söfnin? Eða eigum við kannski bara alls ekkert að sameina neinn söfn samkvæmt því sem hún Alma var að tala því að það er kannski ekki það eina rétta. Ég gerði eins og Almadís þegar ég var beðin að tala hér. Ég hafði samband, bara hringdi í sveitarstjórann og ég hringdi í forstöðumann, minn yfirmann sem er yfir fræðslu og menningarsviði og við hittumst á fundi og ég fekk svör. Það þýðir ekkert að skrifa, þá fær maður alltaf eins svör, maður bara kemur. Ég sjá aðeins að ég sé að maður þarf svona dálítið að tala safnið sitt. Þetta eru söfnin sem fengu ekki viðurkenningu við Eyjafjörð. Þið sjá þetta dálítið mörg söfn og sýningar. Það er Smámunasafni, Safnasafni, Sjónlistastöðin Akureyri, ég ætla ekki að tella þetta alltaf til að sjá þetta bara. Á byggðasafninu Hvoli, það er starfsmenn í rúmlega 100% starfshlutfalli og forstöðumaður yfir 50% stöðu. Nema þegar forstöðumaður er í einhverju sértæku verkefni eins og Grænlandssýningum, þá var ég í 80% starfshlutfalli. Starfsmenn eru ráðnir í sértæku tímabundnu verkefni, ýmis rannsóknarverkefni og
já, ekki sagt, ég með smiði og ég með þess með konu sem þrýfur. Það kona sem þrýfur. Og þetta allt var ekki þegar ég kom. Það var ekki stofnskrá, það var ekki söfnunarstefna, það var ekkert, það var hús með safngripum sem var búið að skrá að hluta til gripi í aðfangabók, það var ekkert, en ég ætla ekki að fara að tala það sem ég er búin að gera hérna. En í dag erum við með sumarstarfsmenn og helgarstarfsmenn og við erum með fasta mannesku í skráningu á ársbasis í 30%. Og ég þakka safnasjóði að við getum það. Byggðasafnið fólk er vel rekið safn og er sjálfsmynd sveitarfélagsins. Og Dalvíkurbyggð er ansi stolt af safninu sínu og talar það. En skemmtilegast var nú þegar Magga Stína sagði út á síðdali að bíðið bara, perlan í norðrinu er Byggðasafnið Koll. Og það fannst mér rosalega gaman og þeim sem heyrðu það, því að þá hefur maður eitthvað gert að viti þarna. En aftur að sameiningu safna. Við, sveitarstjóri og deildarstjóri menningar og fræðslusvið í Dalvíkurbyggð, ég bað hann að hitta mig og við töluðum svolítið sameiningu safna og þær bara koma að fjöllum. Hvað ert þú að tala? Þær höfðu aldrei heyrt á sveitarfélagsfundum að verið væri að tala sameiningu safna. Og Svanfríður Jónasdóttir er mjög vel áttuð manneskja. Hún hafði bara aldrei, þetta er ekki til umræðu. Og við ræddum þetta og þær höfðu svo sem enga skoðun á þessu máli. En svona eftir við vorum búin að ræða saman í klukkutíma þetta og ýmis önnur mál, þá fannst okkur kannski sniðugt að sameina byggðasafnið, fuglasýninguna og héraðsskjalasafn á okkar svæði. Það er ekki áhugi fyrir því í Dalvíkurbyggð að sameinast öðrum söfnum í öðrum sveitarfélögum vegna þess að það hefur verið reynsla. Við vorum eins og tengt minjasafn Akureyrar, allir borguðu eitthvað í minjasafni, það gekk ekki. Við viljum vera sjálfstæð eining og ég held að ég sé alveg sammála sveitarstjóra í því máli. Það hlytist alls ekki hagræðing við það rekstrarlega, bara alls ekki. En já, sameining safna innan sveitarfélagsins mér finnst það vera mjög góð hugmynd. Við höfum oft talað það fuglasýningin, því við höfum svo sem starfað svolítið saman að þessari fuglasýningu, það eru ekki safn, heldur sýning og ég sýni mikið, í samvinnu líka við Berg menningarhús, þar setjum upp sýningar 4 sinnum á ári, þannig að það er svona frá byggðasafninu, það er mikil samvinna bara í Dalvíkurbyggð. Þannig að þessi umræða var mjög þörf og skemmtileg verði að segja og svolítið komur á óvart að skuli ekki verið talað það í stóru myndinni að ofan að eiga sameina söfn. Mér finnst þetta svolítið sérkennilegt en hins vegar eru við komin að stað með hugsunum að sameina byggðasafn héraðsskjalasafn og smærri sýningar. Þó mér finnst kannski að ég sameina héraðsskjalasafnið við Amtbókasafnið og héraðsskjalasafnið þar, því það er bara unnin svo brjálæðislega fín vinna og ég kann ekkert á þessi héraðsskjalasafn. Ekki það ég verði kannski meiri þarna á þessu safni en svona eins og er. Já, þegar ég kom norður fyrir 12 árum, þá hraus mér hugur við að vera eini starfsmaðurinn á byggðasafni á Dalvík og vera ekki eins og að norðan. Ég hafði samband við minjasafnið á Akureyri og sóttist eftir einhvers konar samvinnu það og það var bara alveg frábær samvinna og þetta var vorið 2002. Þá var til vísir að henni góðu og merku samvinnu safna við Eyjafjörð sem seinna var nefndur Eyjafjarðarklassinn sem þá var tískuorð. Nú erum við öll söfnum við Eyjafjörð félagir í þessum samtökum og bjóðum stundum Norðurþingi að vera með okkur og það hefur verið mjög fín samvinna. Ég fyrir samvinnu, bara samvinna.
Við höldum fræðslufundi, fagfundi, heimsóknir, við förum á söfnin og sýningar og setur og höldum sameiginlega sýningar í Menningarhúsinu Hofi og við höfum Eyfirska safnadaginn. Við gefum sameiginlega bæklingsafna, sýningar og setur við Eyjafjörð og í Norðurþingi og þetta algjörlega frábær samvinna og við ætlum að halda áfram. Við ætlum að vinna faglega betur, vera þéttari og þá komum við að þessu sem ég hef haft áhuga á í 20 ár eða meira. Og það til dæmis svona farandvinna. Ég hef verið að væla farand, forvörslu, alveg bara hvað ég var að vinna á Árbæjarsafni fyrir 20 árum síðan. Bara farand vinnukraftur eins og bara var í gamla daga. Það myndi geta gerst mjög vel. Ekki bara í forvörslu, bara í skráningu og ekki síst í safnkennslu. Þegar ég hef ekki peninga til að ráða safnkennara en ég hef nefnt það eins og Örli og ég hef aðeins unnið með Halla og fengið safnkennara frá Minjasafninu á Akureyri því að eins og þá sinni ég eða Byggðasafnið kom afar illa safnkennslu af því ég forgangsraða því ekki fyrst. Það bara, við getum ekki allt eins og sagt Já, og já, það þetta. Það þetta samvinnufélag. Við erum misgóð eins og það fram hefur komið hér. Við erum ekkert góð í öllu og alls ekki þessir einyrkjar á söfnunum og ég hef reynt að gera allt sem ég get þess að ráða manneskjur í það sem ég ekki góð í og það ýmis rannsóknarverkefni aðalega en ég hef gert margar sýningar og núna nýkomin frá Óðinsvél þar sem ég fór með grænlenska sýningu þangað og á leiðinni með til Grænlands og seinna í júlí. Við höfum ekki verið nógu dugleg kannski á Eyjafjarðarsvæðinu að nýta þekkingu hvors annars þegar við erum alltaf svo tímabundin eins og þið sem að vinna að deildum hérna. Ég veit alveg að það eru allir að kafna úr vinnu alveg eins og við einyrkjarnir út á landi. Það bara dálítið öðruvísi vinna og við erum svolítið ein og ég er alltaf að tala við sjálfa mig og ég er svo þreytt á því. En það væri voða gaman ef við myndum efla samvinnuna. Það bara það sem ég held að sé eina leiðin fyrir það að búa til góðan og faglegan safnaheim á Íslandi. Það þannig hérna nokkur loka orð hér. Ég hef búin að segja það borgar sig ekki að saman að söfn Eyjafjörð, allavega sveitafélagið Dalvíkurbyggð alls ekki á því. Og ég skil það mjög vel. Það bara ágætlega rekið sveitafélag og mér finnst ágætt að hafa aðgang á bókara og aðgang að síma minn geti hjálpað mér að bóka þetta, hvað ég bóka og það lykil og bla 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 og allt þetta. Eins og það held ég að verði ekki gott margra hluta vegna, en þó aðalega vegna þess að það myndi ekki borga sig fjárhagslega. Svo það annað sem kemur líka, það eru óblíð veðrátta á Norðurlandi. Bara ég var nú veðurtæft hérna alveg 50 dag fyrir 2 vikum, þá ég að fara til útlanda, ég var veðurtæft í heilan dag, ég komst hvorki eftir að bögni áfram. Við höfum oft þurft að aflýsa fundum við í Eyjafjarðarklassanum vegna veðurs, vegna þess að Örlygur kemst ekki til okkar, við komst ekki til hans, við komst ekki til Akureyrar. Þetta myndi aldrei ganga þannig að við ættum að vera öll undir þessum sama hatti. Og svo það annað líka sem að ég hræðist svolítið. Það hver sjálfur sér mestur, þetta ekki. Og það margoft komið í ljós að þegar á reynir, þá það því miður og við þurfum nú ekki að horfa neitt langt og getum hort út fyrir að safna heim. Einstaklingshyggja Íslendinga með enganum. Það alveg ótrúlegt hvað, við erum miklu ídealistar en þegar á reynir, þá gugnum við oft. Við þurfum ekki annað en að horfa á það sem gerðist í forsætisráðuneytinu daginn þegar að vera úthlutað 200 milljónum hinga og þangað. Við sem höfum unnið hörðum höndum til að efla safnasjóð og húsfriðunarsjóð, við máttum þola það að menn deildu út peningum í verkefni sem höfðu ekki einu sinni haft fyrir það að sækja í nokkurn einasta sjóð. Þetta svona Jónasar Hriflustefna, þetta gamaldags og óþolandi vinnubrögð. Og ég held að meðan að við treystum ekki á það að við getum sótt í sjóði
sem eru fitaðir, þá veit ekki hvað við getum verið mikið í samvinnu vegna þess að fara allir að vera hræddir sig. Ég var alveg vitlaus að fóru 10 milljónir í Ungó, það er hús á Dalvík. Ég segi, hvernig datt ykkur til hugar að taka við þessu? Þetta bara húsfriðunarsjóður að útdeila í þetta verkefni. Þá var bara sagt platan, þú hefur tekið þessu ef þú áttu fyrir 10 milljónir. Nei, sagði ég, það hef ég aldrei gert, aldrei. Og ég æsti mig algjörlega upp úr öllu vegna þess að mér finnst að við eigum að standa upp og mótmæla svona vinnubrögðum. Og ég bara bið ykkur að það verður valtað yfir okkur. Eigum við að þola það að safnasjóður fitna ekki eða húsafriðunarsjóður. Ég er að vinna að húsafriðunarskráningu eða húsaskráningu í Dalvíkurbyggð og er næstum því búinn. Hann er bara svo magur þessi sjóður að það er ekki hægt að halda áfram. Þetta eru mín lokaorð, krakkar. Alltaf hressandi að hlusta á þig og þá loka erindi dagsins, það er Sif sem ætlar að koma upp og þú hér þetta ekki? Ég byrja það, Kæru félagar, takk fyrir það sem ég fengi að heyra í dag og takk fyrir að bjóða mér að tala. Það er alltaf búið að segja alltaf mikið af því sem ég hafði hugsað mér að segja og ég var mjög glöð þegar ég heyrði Ölmudís segja orðið eins og héraðsnefndir og sauðfjárvíkjuvarnir og svona. Það gladdi mig. Að ég komst nú alla út og ég var svolítið upptekinn þegar ég var að hugsa þetta þegar við heyrum undir héraðsnefnd Þingeyinga og þar undir eru bara 4 mál. Það er búið að tæma allt út í héraðsnefndinni en inn í nefndinni eru afréttarmál, almannavarnir, fjallskil og safnamál. Og ég var svona já, og það er allt svona kritísk mál og viðkvæm og almannavarnirna sem eru svona örygg íbúana, þetta skiptir svo gríðarlegu máli. Og svo fór ég að hugsa fjallskil og afréttarmál. Og ég var svo heppinn fyrir löngu síðan, þá fekk ég að vinna í sveitarfélaginu sem ég bjó þar með fjallskilanefndum. Sem voru einar 5 eða 6 í því sveitarfélagi, allar með mismunandi reglur og það var algjörlega pottþétt að það yrði engu nokkuð tíma breytt. Þannig að þeir var svona búin að setja þetta samhengi þá hugsa ég að safnamálin eru bara tiltölulega einföld og mjög frjálsleg og þetta verður mjög módern svona. Og mér er svona hlýlegt að vera í þessum hóp. Og ég ætla svolítið að segja frá sameiningu sem er búin að vera. Mér fannst þegar ég fór að hugsa máli að það hefði verið svolítið miklar sameiningar hérna á mínu svæði af því að undir Safnahúsi á Húsavík, nú menningarmiðstöð Þingeyinga, eru akkurat mörg söfn. Það er náttúrugripasafn, það er héraðsskjalasafn, það er myndlistasafn, það er ljósmyndasafn. Er ég að gleyma einhverju? Örugglega. Já, og svo er þetta byggðasafn. Og það er bæði byggðasafn norður og suður Þingeyinga. En þegar ég fór að hugsa málið og skoða tilbaka þá er það auðvitað þannig að öll söfnin nema byggðasafn norður Þingeyinga þau voru strax sett undir þennan sama hatt. Þannig það var ekki sameining, en það var sameining þegar byggðasafn norður Þingeyinga komin í þann pakka. Og sameining hefur verið mjög mikið umræðin út á landi, kannski komið minna eða öðruvísi en að borð hér í bænum. Af því að það er svo lengi búið þessi sameining sveitarfélaga. Og alveg frá því ég flutti þá var búið að vera óbóðsleg átök, allt frá því að vera leiðindi á kaffistofunni yfir það að vera vinslit og fjölskylduleiðindi út af sameiningu sveitarfélaga. Og það er svona, ég voru mjög æst, ég hafði rosa sterkar skoðanir og ég var bara svolítið lengi búin að ræða þetta, ég fatt að það hefur allt kosti og galla, það er ekkert eitt rétt. Maður er alltaf að græða eitthvað og maður er líka alltaf á tapingu. Þannig að og svo kem ég að því seinna að þetta hefur svolítið sérstaklega inn á mínu borði undanfari líka, þessi sameiningamál. Og þarna er byggðasafn norður Þingeyinga og hérna var mynd af Safnahúsinu. Og þarna er Grenjaðarstaður sem er hluti af byggðasafni suður Þingeyinga líka. Ég ætla aðeins að fara yfir söguna
svo því svona rétt að dreipa á því sem ég finnst vera kostir og gallar og svolítið það sem óunnið líka í dag. Menningarmiðstöð Þingeyinga var stofnuð formulega árið 2007 og það var þegar Byggðasafn Norður-Þingeyinga sameinaðist starfsemi Safnahússins á Húsavík. Og eins og áður kemur fram þá var starfsemi Safnahússins margþætt fyrir. Þar undir hefði Byggðasafn Suður-Þingeyinga með sýningar á 2 stöðum og það sem ég taldi báðan plús útgáfa árbókar Þingeyinga. Þar starfaði forstöðumaður í fullu starfi, gjarnan einn annar starfsmaður sem var þá svona verkefnaráðinn og svo sumarstarfsfólk. Byggðasafn Suður-Þingeyinga var stofnað 1958. Þá var svolítið önnur staður á Byggðasafni Norður-Þingeyinga. Það var stofnað 1991 þegar sýningin var opnuð á Snartarstöðum í Kópasker og þar bara síðustu árin fyrir sameiningu starfaði forstöðumaður í hálfu starfi allt árið, með honum öðru hvoru svona verkefnaráðið fólk og svo sumarstarfsfólk. Og aðdragandinn af sameiningunni var nokkur sem að þetta byrjar allt í einhverju svona stjórnsýslu eða sveitarstjórnar. Þetta voru 2 aðskildar héraðsnefndir, héraðsnefnd Norður-Þingeyinga og héraðsnefnd Suður-Þingeyinga sem sameinast 96 og þá eru þau allt komið með í rauninni svona svolítið 2-falda safnastarfsemi. En samt formlegt samstarf safnamáli. Það síðan 2001 sem héraðsnefnd setti á nefnd 3 manna til að fjalla samstarf í safnastarfi og þá með tilliti til nýra safnalaga 2001. Og ég fór að skoða þessa sögu núna í fyrsta skipti og ég var svolítið ánægð með vinnubrögðin, allavega mörgu leyti. Ég las nú í mörgum söfnum sem ársrit menningarmiðstöðar. Þá las ég að það leið svona 1 ár og ekki gerðist neitt, ekkert hefur borist frá nefndinni. En þeir fengu síðan hóp sérfræðinga til að gera úttekt á starfi byggðasafnanna sérstaklega. Og það var Margrét Hallgríms og það var Rakel Halldórs frá safnaráði og Sirri í Glaumbæ. Og nú maður skítrættur að segja eitthvað vitlaust, nei Margrét hérna. En ég kíkti á þessa úttekt og var svolítið gaman að skoða hann í ljósi þess sem síðan hefur orðið. Þar kemur fram, meðal annars þetta, það engin vafi að mikil hagræðing fólgin í sameiningu Byggðasafna Norður-Þingeyinga og Suður-Þingeyinga undir heitinu Byggðasafn Þingeyinga. Við það ætti að skapast möguleikar, meðal annars til að samnýta geymslur, skráningar, markaðssetningu og skilvirkari verkaskiptingu starfsfólks. Gæta þarf þó þess að skerða ekki vægi safnanna í héraði. Mikilvægt að leita verði leiða til að efla veikaþætti starfseminnar í heild með góða yfirsýn og fagmennsku að leiðarljósi. Og það segir einnig, það rökrétt að núverandi forstöðumaður Byggðasafns Suður-Þingeyinga taki við hlutverki forstöðumanns Byggðasafns Þingeyinga. Leitast verði við að skýra verkaskiptingu og starfslýsingu annarra starfsmanna innan sameinuðu stofnunar með heildarárangur í huga. Mikilvægt að ráðin verði viðbótar starfsmaður við hlið forstöðumanns til þess að anna grunnverkefni með góðu móti. Mikilvægt að góð sátt verði á starfsvæði sameinaðrar stofnunar hver eining gegni skilgreindu hlutverki sem falla að heildarmarkmiði stofnunarinnar. Og ég held og vona að héraðsnefndin hafi haft þetta leiðarljósi þegar þeir tóku ákvarðanir sameiningu. Og það einfaldaði allavega mjög margt. Fyrir sameiningu þá voru 2 stjórnir í þessum söfnum. Það var 9 manna stjórn yfir Safnahúsinu á Húsavík og 3 manna stjórn yfir Byggðasafni Norður-Þingeyinga en var í staðinn 1 7 manna stjórn. Og yfirmaður þeirra stjórna, þetta var svolítið flókið, ég hef aldrei alveg skilið þetta stjórnkerfi, en við erum með stjórn yfir menningarmiðstöðinni, þar fyrir ofan eins og héraðsnefnd Þingeyinga og þar fyrir ofan eins og sveitarstjórnar. Við erum sjálfseignarstofnun og kerfið svona. Og það svolítið flókið til dæmis þegar kemur að fjárhagsáætlunum, að við búum það náttúrulega til innan menningarmiðstöðinnar, leggjum þær fyrir héraðsnefnd sem samþykkir það og síðan lagðar fyrir sveitarfélag. Og svo grásum við bara putta að það hefur aldrei gerst að sveitarfélag hafa sagt nei takk. En þegar það gerist þá erum við í vanda. Þegar eitt sveitarfélag ákveður það vil ekki leggja þennan pening í starfsemina, þá erum við komin kritísk stað og við höldum áfram bara að krossa putta og vonum það gerist ekki. En mér finnst að kom fram hérna áðan að það væri gott að það væri beintengsl við sveitarstjórn. Ég rosalega fegin að það er svona eins og buffer á milli mín og svo sveitarstjórnana.
af því að ég þarf ekki að svara fyrirspurnum á hverjum og einum í sveitarstjórn og það er ekki aðgengileg leið fyrir sveitarfélag sem í þessu samstarfi að skera bara verulega niður í safnamálum 1 árið af því það hentar alltaf fjárhagsáætlun gangi betur upp. Þeir eru búin að skuldbinda sig í þetta samstarf og það var svona annar hópur sem tekur ákvarðanir. En það gerist alltaf öðru hvoru að ég fæ fyrirspurnir eða stjórnin fæ fyrirspurnir í hvað allir þessi peningar að fara og hvað erum við að fá út úr samstarfinu. Þá var ekki mikil sátt en þetta var ekkert öðruvísi en það. Við þurfum stundum að senda greinargerði frá okkur eða mæta á fundi og kynna starfið. Og jákvæðar afleiðingar af sameiningunni. Ég setti það inn fyrsta þáttinn rekstur, bara mér fannst mér að það hlyti að vera. En svo ég get búin að kafa nákvæmlega ofan í reksturinn eins og hann var og reksturinn eins og hann í dag. Það sem sagt þetta var gerist allt áður en ég kom að safninu og frá því að sameiningin varð og þangað til ég tók við, þá var fyrst Guðni yfir safninu, svo Sigurjón og svo Sigrún. Þannig að það er svolítið mikið ferli búið. En auðvitað þá fer minni kostnaður í yfirstjórn og það er hægt að gera sameina margar hluti í rekstri. Bara eins og bókhald og alla þessa þætti. Ég held að með faglegu þættina þá sé það svo nánast ekki spurning. Þó að það hefur unnið gott faglegt starf á báðum stöðunum, að þá höfum við betra svona forsendur til þess að hafa menntað starfsfólk, til þess að sérhæfa okkur svolítið. Þó við séum bara 2 sem erum í fullu starfi og við erum í héraðsskjalasafni líka. Að þá erum við sérhæfa okkur. Markaðssetningin, ég held að það sé líka alveg á hreinu. Þetta er mjög öflugri markaðssetningu að geta auglýst þessa 3 staði og okkar starf sem eina heild. Og já, innan faglegu þáttar var fræðslustarfsemi líka held ég að það skiptir miklu máli. Við erum með svona fræðsluprógram og þá erum við að nýta styrkleika hvert safn fyrir sig. Við erum að gera áætlunina sem ákveðnir hlutir eru teknir í torfbænum sem við erum við á sýningunni þar, aðrir á snartastöðuna sem er mikið handverk og svo það þriðja í safnahúsinu sem náttúrugripirnir allt er. En ekki þar fyrir að það hefur nánast, starfsemin á Húsavík er vel nýtt en á hinum stöðunum ekki. Og það sem ég held að skiptir svo ekki síst máli, það er vægi safnastarfsins innan héraðsins sérstaklega. Í hugum sveitarstjórnarmanna og íbúa að þeir fólk er svolítið meðvitaður að við eigum þetta sem heitir menningarmiðstöð Þingeyinga og þetta er svolítið svona, þetta er stolt og þetta er svolítið akkurat ímyndin er í þessu. Og ég held að vægið sé aukið frá því að hafa verið eins og Byggðasafn Norður-Þingeyinga tiltölulega lítið safn og svo safnastarfsemi sem var mjög bundin bara Húsavík. Og svo eru neikvæðari afleiðingar. Þá setti ég líka rekstur. Og það er ekki að því að rekstur eða fjármál séu mér svo rosalega ofarlega í huga, en samt auðvitað er það stór þáttur í starfinu. Og nú er það þannig að Byggðasafn Norður-Þingeyinga er í 100 km fjarlægð frá Húsavík, þar sem við erum með meiri starfsstöð. Þannig að öll vinna kostar meira. Ef við þurfum að fara að vinna og erum að fara að vinna á snartastöðum, það kostar að keyrslu og það kostar gistingar ef við þurfum að vera það og annað slíkt. Og Grenjaðarstaður er svo 30 km í hina áttina. Þannig að því leyti er reksturinn líka þyngri. Ég var aðeins að reyna að horfa á hvað hefði framlag. Ég var svona velta fyrir mér akkurat þó að sé aldrei yfirlýst byggt markmið til að spara, hvort það hafi verið undirliggjandi. Og ég er nú ekkert rosalega klók í svona vísitölahækkunum og svona. En 2007 fyrir sameiningu þá fengu söfnin samtals 26 milljónir frá sveitarfélögunum og 2012 28 milljónir. Og þá er samt búið að vera þessi niðurskurður í sambandi við hrun og annað. Þannig að það hefur hækkað en ég veit ekki hvort það er, ég er ekki með prósentuna sem voru áðan. En það sem kemur líka inn á þetta sem ég hef svona mikið velt fyrir mér og þá er þetta, það kom einhvers staðar fram að það hefur verið gulrót frá safnasjóði að sameina í upphafi og þetta var það þannig að þau söfn sem höfðu sameinast og með fleiri starfsstöðvar fengu á ákveðnum tímabili hærri rekstrarstyrki en nú er búið að skera það niður. Bæði síðustu úthlutun og núna þá kemur bara sama upphæðin á öll söfn, alveg burt sér frá starfsstöðum, fjölda starfsmanna, rekstrarkostnaði. Og þá hugsa maður akkur þegar maður ræðir við sveitarstjórnarmennina og stjórnina sameiningu og annað að auðvitað sjá þeir það. Ef það hefur verið aðskilið
þá værum við með sko sitt hvora milljónina. En ef maður samt að tala sko fjárhagsáætlun upp á 40 milljónir, þá skiptir það kannski ekki aðalmáli. Ef það einhver hagræðing sem kemur á móti eða kostir, að þá það ekki stóra breyting, það svolítið hugafastlegt saman. Nú og svo þetta með útstöðvarnar, að það þetta þannig að Snartarstaðir var safn sem að heimamenn stofnuðu, það var safn að gripum í nærsamfélaginu og þá voru heimamenn sem sett upp sýningarnar og störfuðu þar og þá ég að tala um heimamenn á Kópaskeri og nágrenni, Kópaskeri 100 manna bær og þar var starfsmaður allt árið sem var þá í virkri tengingu við samfélagi. En það náttúrulega ekki í dag. Og alveg sama hvað maður vill gjarnan halda lífi, þá vissum maður samt tengingu við samfélagi þegar maður staðsettur 100 km í burtu. Og ég held að samfélagslegu áhrifin þar hafi kannski verið svolítið meiri, eða ég veit þau voru meiri. En sem sagt fyrir þá sem unni í Safnahúsinu, þar sem var áfram sami forstöðumaður og sami fjöldi starfsfólks og jafnvel kannski heldur meiri, þá breytti þetta ekkert rosalega miklu. Það bættist bara við ein deild, aðeins fleiri verkefni og aðeins meiri hlaup. En svona ímyndarlega séð eða hugafarslega séð breyttist ekkert rosalega mikið þar. En á Snartarstöðum sem að misti starfsmanninn sem bjó í nærsamfélaginu og misti þá svolítið svona rofnar áhrifin sem það hefur á þessa sköpun í safninu. Það náttúrulega mistu við. Og þar þetta svo mikil áhrifi með þetta rauninni enginn hjá okkur. Þetta alveg sama eins og að búa í Norðurþingi sem var sameinað frá Húsavík og á Raufarhöfn. Breytingarnar á Húsavík voru engar, en á Raufarhöfn gríðarlega miklar. Þannig að þetta samfélagslegu áhrifin séu svolítið mikið, eða getur verið mjög mikil. Og 7 árum seinna, ég fór aðeins að velta þessu fyrir mér, voru 7 ár frá þessari sameiningu og ég vildi koma til líka með Kópaskeri og Snartarstaði á sama tíma og stjórnin eru sameinuð. Þá eru sveitarfélagi stækkað, þannig að þeir eru að hluta risastóru sveitarfélagi og þeir missa skólan úr þorpinu. Og þetta setur heimamenn bara í mjög mikla varnarstöðu og það mjög erfitt að vinna í því eða sem sagt, maður veit bara að vinna þegar allir eru í vörn, að það mjög þungt og það svona flest sem við gerum hefur ekki verið mjög rétt alltaf. En maður bara reynir að vanda sig og tengjast. En það sem við höfum kannski ekki gert og höfum alls ekki gert, það til dæmis að gera eina heildstæða stefnu fyrir stofnunum. Það var bara tekið allar stefnunar, setta saman í eitt stórt skjal og svo hrærum við örlítið í öðru hvorum. Og ég hef rætt þetta við Sigrúnu, kannski ekki beint við Sigrúnu, maður svona lesa hann yfir og svo ég alltaf svo rugluð þegar ég kom til enda, ég veit ekki alveg hvar ég ætla að byrja. En það vinna sem eftir og mjög mikilvæg held ég. Og þetta hefur verið sérstaklega mér hugleikli undanfarið, af því að nú eru ákveðnar þreifingar það að Sauðaneshús og Langanesi komi líka undir menningarmiðstöð Þingeyinga. Og það skemmtilegt svolítið pæling í samanburði við Snartarstaði, því þar hefur aldrei verið starfsmaður á Ásbrautarvelli. Það að sveitarfélagið ekki eigandinn, heldur bara nefnd sem að tóka sér slatta gripum, sett upp sýningu og síðan rekstur, en það enginn í launuðu starfi við að sinna því allt árið í kring. Og þau eru mjög meðvituð það að það vantar allan faglegan grunn og það var sótt mikið eftir aðstoð og þá kemur þetta frá sveitarfélaginu þegar við erum peninga í stöðuna svo sem við borgum í menningarmiðstöðuna. Þannig að þetta næsta viðfangsefni og ég held að sameining eða eitthvað slíkt verði allt öðruvísi þar heldur en á Snartarstöðum af því að ég held að þeir sem eru með Sauðaneshús, þeir eru ekki að missa neitt. Þeir eru ekki með, þeir hafa bara opið alltaf í kring, 3 mánuða sumri og þá langar svolítið einhver bara taki við því og passi upp á þetta af því þeir vilja heldur ekki bera ábyrgð á munum. Þeir hafa ekki þekkingu eða neitt til þess. Þannig að ég veit að ég er að bíða eftir erindi frá þeim sem við tekið fyrir í næstu viku eða þessari. Þannig að þess vegna hefur verið gaman að skoða þetta. En ég svona, eins og ég kom eftir á þetta var búið, en ég viss að í okkar tilfelli allavega þá eru jákvæði þættirnir fleiri heldur en neikvæði. En það alveg slatti af hvort tveggja. Takk. Takk að Sif. Þá skulum við taka okkur smá pásu og fá okkur páskanamin með kaffinu, en ég legg til að þið verðið komin aftur inn í sal stundvíslega klukkan 4 svo við getum hafið líflegar umræður og kannski ef stemning verður fyrir því á
eftir að fara að fá sér bjórsúpu út í stúdentagarðinum, þá veit ég að það verður tekið vel á móti okkur þar. En fyrst er það kaffisópi og páskanami, gerðið svo vel. Jæja, ég vil ekki segja bara áfram með smjörið. Það eru 16 hérna, þetta er þessi glæsilegur hópur kvenna sem var með erindin. Ég þakka ykkur öllum fyrir erindin, hún voru mjög ólík og góð. Ef ekki bara hefja leikinn. Ég veit að Ágústa ætlar að koma hérna með smá ábendingu hvað hann heitir SMS-ar. Já, það var bara einn sambandi við það sem hún Íris var að segja við Söfn Eyjafjörð að það er alls ekki öll þau söfn sem eru á þeim lista sem hún varpaði hér upp sem hafa sótt við í þennan. Það hérna voru ef mér reiknast rétt til 2 af þeim söfnum sem sóttum sem fengu ekki. Já, við Eyjafjörð. Já, en það er svona meira verið að sýna kannski á þessum lista hvað er mikil og mörg söfn þarna og sýningar við Eyjafjörð. Upp á þetta sameiningadæmi. Já, en bara svo það sé alveg á hreinu að þau sóttu alls ekki öllum þetta viðurkenningarferli. En svona margar söfn eru við Eyjafjörð. Það var á hreinu. Jæja, nú hlýtur eitthvað að brenna á tóki. Mér langar að spyrja hérna bara varðandi samtími safna í Reykjavík að hann farið svona ítalið í svona ferli, vinnuferli og svona og svo var nefndið svona eins og hverju þetta skila og þetta er allt náttúrulega svona flottu máli en svona er þetta að segja nú hljótið þessu söfna hafa bara í rauninu verið að skila góður í miðlun annar heldur. Er einhvern hægt að segja mér bara á hreinum áhuga á þessu breytingu miðlun? Er komið, var þetta einhvers þannig í ferðinni sameining og gerum eitthvað gjörsamlega nýtt þá í miðlun til þess að skila Reykjavíkurborg til nýtt? Er það þetta? Sko það er auðvitað ekki komið þangað, en það sem kannski er núna verið að vinna með er skipulagi og skipuriti og það er sem sagt, það var þrennt eiginlega sem kannski komið frá hjá okkur sem var svona í rauninni lagt í grundvallar og áherslu á. Það er í fyrsta lagi að markmiðið er ekki að stýra niður. Í öðru lagi sem sagt var það þannig sett upp líka það verða áfram allir sýningarstaðir. Það á ekki að loka neinum sýningarstað. Þetta verða áfram sýningarstaðir söfn með sinn eigin prófíl og með sína sérstöðu en það er innra starfi sem að verður það verður breyting á því hvernig það verður skipulag og það verður þá í rauninni þannig að það verður til ein miðlunardeild sem á miðlunum fer í gegnum það þvert í gegnum alla þessar sýningarstaðir. Það er ekki komin stefnumótun lengra en það í bili en auðvitað er horft til þess að bæði náttúrulega að það verði hægt að til samstarfs eða að skipuleggja þá sýningar og aðra starfsemi þannig að það í rauninni svona fljóti yfir eða fara á milli staða, sýningarþemu og annað en það bara er ekki komin þangað. Nú já, það bæta við. Sko varðandi miðlunina, það sem verður betra er að verður sko markmissara og hugsa þetta sko meira sem heild, það er líka hugsa bæði sko kynningamálum, hvernig söfnur er kynnt sko út af einu sko hjá Reykjavíkurborg. Það sé svona einn front og þá allir sýningarstæðir haldi sér og eins og ég hef alltaf séð til þess bara fyrir ljósmyndina þarf það að sýna hana sko á fleiri stöðum. Við erum líka, eða söfn Reykjavíkurborg kannski verið í því vandræðum að þurfa að hafa orða fyrir ljósmyndinu sko innan borgar því við erum sjálfsögðu öll söfnum þurfum verið því að afla tekna og þurfum að standa förskuðust á því svo allir þurfum að gera. Að núna er þetta að nota þessa safnbreyting sko miklu meira hefur en áður. Þetta vera sko með sýningar, að nú komum við bara í ljósmyndsafni er mörgveit og sýningaráætlun og það er svo margt það sem kannski kemst ekki inn í eða kannski eins relevant þar eins og við sjáum í þessu heildarsafni. Þar kom inn fleiri sjónarhorn, sjóminnar og saga Reykjavíkur og við sviðið opnast og við getum tekið allt miklu meira upp.
safni, þetta horfa á sýningarnar meira sko þvert á. Þau eru bundið endilega við ákveðna staðsum. Voru þá ekki afsláttarkjör hérna milli þessara safna innan Reykjavíkur og frá því Guðrún Jónsdóttir nefndi hérna í Hlíðareyri? Ég held að það sé helmings afsláttur og það er ekki virðisaukaskattur innan borgarinnar. En við vitum alveg sko að það sem við gallum við þetta þurfa að afla tekna og þetta er auðvitað við samlífið ljósmyndar sem við kostum við þannig að þeir fá að tekju. En gallin er náttúrulega að lokum pínlítið, ég vil alltaf að íkja sko, að lokum sagnum pínlítið inni sem ég er sjálf ósáttur. Ég myndi frekar vilja að það kemur einhvers pólitískur peningur bara sem að greiði þetta og svo bara inni, sem bara gefur svo öll. En það kostar líka meira vikið fyrir starfsfólk. Vala? Já, mér langar að spyrja ykkur í Reykjavík og svo líka að Guðrúnu, ég má að spyrja það stendur með nærri en það kannski kemur ekki máluna alveg mikið við þessu sannum almennt minnst að Reykjavík var að stunda fornleifarannsóknir. Það var spurning þegar ég sá þetta skipritið rannsóknardeildarinnar. Það bara já eða nei og svo Guðrún, mér langaði að þú tókst á þar og myndist á okkar gagnagrunna og þessi kostnaður sem að virðist vera mikið flækjufótur fyrir okkar. Þetta er jú hátt hlutfall því sem við höfum okkar rekstrarfé. Sérð þú til dæmis, að nú ertu fórstuðmaður yfir svo mörgum safnir, sérð þú eitthvað í náni framtíð sem gæti verið meira, hvað að segja, kannski hægt að nýta, að samnýta þessa gagnagrunna með einhverjum hætti? Sérð þú eitthvað lausn í framtíðinni? Já, sko það er gert ráð fyrir að þau verkefni sem að Minjasafn sýnir núna á sviði minjavörslu, þau verða áfram hjá þessu minjasafni. Þannig að þegar þú spyrir mun safni fara að standa fyrir fornleifarannsóknum, sko ef að það kemur upp að Reykjavíkurborg, eins og Reykjavíkurborg stundum fer og stendur fyrir fornleifarannsókn, þá mun þetta safn verða það safn sem borgarstofnun sem hefur umsjón og gera þetta, hafa ábyrgð á því. Ég var með starfsfólkið sinna uppkvæmti. Það er það sem ég er að meina? Eða verður þetta útsett vinna? Það er eitthvað bara... Já, það er ekki verið að fara að ráða fornleifafræðinga sem er þá ætlaðri fellt. Nei, ég meina það er ekki núna. Það er ekki eins og nýja skipuriti. Það er bara fornleifauppgröftur í Reykjavíkur yfirleitt bara fornleifarannsókn vegna einhverja byggingaframkvæmd eða annað. Þannig að það er í rauninni bara gert ráð fyrir að vera samskonar, sama fyrirkomulega á því. Já, varðandi þessa gagnagrunna, gott að fá þessa spurningu. Í rauninni er grunnurinn í mínu erindi spurningin, erum við einhver stað með óþarfa veggi á milli fagsviða eða milli eins og gagnagrunnsviðinu og annað slíkt. Þekki ekki nema einn þátt í svona tölvuvinnu ég veit að við dýr. Ég veit að Þjóðskjalasafnið sem að mínu viti þessi 7 ár sem ég er búin að vera yfir stofnun þar sem er bæði skjalasafn og byggðarsafn og allt þetta hefur aldrei, svo ég veit til sem sagt, rætt neitt á samstarfsgrundvelli við hina veröldina sem eru við. Það er eins og við séum bara einhverstað í Grímsey. Þannig að ég hef svolítið verið að spyrja, áttu menn ekki á sínum tíma áður en Lísa var þróuð í það, nú er Þjóðskjalasafn byrjað að keyra það kerfi, en ekki öll söfn vilja taka þátt í því strax bæði hafi gegn á því og það er ekki eins þessi faglegi þrýstingur eins og frá safnar á því með sarpi. En maður spyr sig, gátu þeir ekki þróa þetta svolítið saman? Nú tóku listasöfnin þá spöku ákvörðun að láta einhverjar í margum 2–5 milljónir í sarp til þess að geta skráð í hann. Í staðan fyrir að geta aldrei átt gagnagrunna eins og þú veist. Þannig að við þurfum kannski svolítið að passa upp á þessa veggi. Hvað varðar samstarf, ég geti kannski séð fyrir mér, nú þekki svolítið tala af vanþekkingu, en svona gátt eins og þetta BAM í Þýskalandi væri skemmtilegt. Þannig að einhver geti slegið inn húsafell og þá bara kemur hvað er til að bókum í gegni og það er til að svara. Þetta er kannski eins punktur í sá að vera slíka. Það er það sem við erum að vinna. Læsna. Og það var þannig að það var eitt af markmiðunum með því að Sarpur leitar til landskiptisbókasafna. Það var einmitt að nálgast þetta á þennan átt og núna fekk rekstrarfélagið
styrk úr Safnasjóði einmitt til þess að fara að vinna því að það er frábært. Að sanna þá eða? Já, allavega það er alveg við. En mér finnst að skjalaheimurinn er að tala við okkur. Og ég aðeins skoður bæta við. Við talum um báðinnískandi, það er á Norðurlandi sem heitir ABM, sem heitir Aðstæðarbyrðarþefnandi. Og það hefur verið reynt bæði í Svíþjóð og Noregi og ábyggilega eftirlit í Danmörku, ég þekki ekki eins vel þar. En það hefur verið horfið frá því á báðinnískandi, það bara hreinlega virkaði. Gáttin eða samstarfið á mig? Gáttin. Og samstarfið að nú líka, því þetta sýndi sér að þetta þáttur alltaf ólík, en samstarfið getur þetta verið mjög mikið. Já, ég skil kannski svolítið að þessi ólík gegnir versus hitt. Já, en ég skil ekki, nú er til skjalasöfn mjög víða með ljósmyndasöfn innanborðs og myndi þá fara að skrá ljósmyndasöfnin sín í Lísu, sem ég finnst ekki alveg átt heima í Serpi. Þannig að ég segi bara samræður að því getur eitthvað komið og ég verð ekki vörðaður í dag. Ekki milli skjalaheimsins og hinna minjasafna. Það má benda á að það er nýtt frumvarp í smíðum skjalasöfn og það fyrir örugglega umsagnarferli og ef ég þekki þingið rétt og það verður opið umsagnarferli, þannig að að gera fólk kynni sig bara það sem stendur í frumvarpi þegar það kemur fram. Ef ég rekst á það skal ég senda það á póstlista. Ef það er eitthvað sem gagnast okkur í þessu, bara eins og í þessi hópur hérna geti séð einhvern möguleika, bara út frá sinni vinnu og sinni reynslu og þekkingu. Já, það er enginn búinn að gefa mér augun. Djúpt hugsandi hendur. Það er kannski aðeins bæta við og þetta einni setningu þá. Það sem ég líka að segja er það að fyrir fólk eins og okkur nú lendum við borgfirðingar í þessari stöðu að við erum með öll þessi fagsöfn í einni kásu og ég er hérna á minna íslensku fræðingsmenntun og eitthvað stjórnum þessu og svo framvegis. En þá lendum við því við pössum ekkert inn í. Hér erum við svona mikið saminuð, maður sé að þess og pluss á fagsvið og annað slíkt, en við höldum þeim samt alveg. Ég verð ekki vörð við það að það býðir eitt skala af því að vinna svo þétt saman. En þá leikumst við á þessa reglur. Já, við langar þá að varpa fram einnig spurningu varðandi eins og sveitarstjórnir. Nú hafa þið öll minnst á svona ykkar aðstæður varðandi eigendur. Það er einn sveitarfélag, mörg sveitarfélög, margar einingar í sama sveitarfélagi og maður veldi þá fyrir sig í sambandi við sameiningu safna að það er eitthvað sem að er kannski mismikill áhugi hjá söfnunum sjálfum. Haldið þið að aðal vandamáli sem þurfi að leysa til að geta að vera með þetta í einhverjum tilfellum er að sveitarstjórnirnar beiti sig hluti. Það er svona opið bara alveg á línuna. Ég held að sé líka að ólík rekstrar aðstæður eða rekstrarform á söfnum. Eins og í Stykkishólmi eru 5 söfn bráðum. Æðasetur Íslands er búið að byggja grunn. En það er í rauninni tengt fyrirtæki. En svo er eldfjallasafn, vatnasafn, ljósmyndasafn og byggðasafn, eða norska museum. Og þetta er allt gjör ólíkar einingar, rekstrareiningar og ég held að eins og Haraldur á eldfjallasafni, þetta er einkasafn, hann er safnarinn. En bæring kemur aðeins að rekstrinum og hann hefur engan hafið því að vera í einhver samstarf við hina af því þetta er hans svona einhvern veginn, já, hans barn bara og ofsalega áhugaður og spennandi og skemmtilegur. En ég held að það sé líka gangi í skilnaða fjölskylduna. Nei, en það sem ég að segja er þetta að öll þessi starfsemi sækir sömu sjóðina. Sko, menningarráð Vesturlands, Norska húsið Hliðasafnsnefndin og Hattal er eina starfsemi sem getur sótt í safnasjóð. En þetta er ákveðið svona stjórnsýslulegt vandamál að þetta sett undir allt sett undir sama hattinn sem einhvers konar menningarstarfsemi og það er enginn að segja að það er ekki að
gerast eitthvað nýtt og skemmtilegt að gerast, en eins og hérna, hvað heitir hann, Robert James, eða ekki, sem manstu það Sigurjón? Robert James, já, hann talaði að það er eitthvað skylda sveitarfélög til þess að taka ekki þátt í neinum nýjum verkefnum fyrir að það væri búið að tryggja það að starfsemin sem væri fyrir væri lífvænleg, að það þýtti ekkert að vera alltaf að koma eitthvað nýtt og nýtt og nýtt, heldur að hlúa því sem fyrir er. Ég er algjörlega saman. Mér finnst þetta góð hugmynd. Ég er algjörlega saman á þessu. Má ég aðeins segja varðandi þessi sveita, að þú ert að spyrja okkur allir hérna varðandi þessi sveitafélög, þá finnst mér vera, Byggðasafnið Hvoll er undir Dalvíkurbyggð og við fáum bara mjög knappan fjárhæð til að vinna út frá og þau ætlast til þess að við séum alltaf að leita styrkjum. Bara vinna við það. Þú ættir eiginlega bara að sitja þarna og vinna við það að finna styrki eins og það sé ekkert annað að gera á þessari stofnun sem er svona fátryggð hrun en að bara vera alltaf að finna styrki, gera það og gera það. Mér finnst ágætt að það væri kannski sameiginlegur bara því að það er svona fyrir þessi faraldri, að það er svona bara einhver ráðið sem að getur bara, við myndum geta ráðið sameiginlega einhvern sem sækja styrki frá okkur þá eða. Þeir vilja gjarnan eiga safnið eins og þegar við ræddum þetta þarna við bæjarstjórann. Hann vil gjarnan og þau að Byggðasafnið sé bara eitt og sér þarna á kastinni hér til Samfélagabókasafni og ég vil kannski þess að sýninga með, en ekki setja meiri pening í. Það var Guðni gerður og svo Vala og svo Haraldur. Íris var svo heit á umræðinu lokið með styrkinu og Sigurður Davíð. Hún er svona tekið undir það, en þegar maður tekur svo á móti svona peningum og þá er maður settur í svolítið utanlega stöðu, Nema maður þarf ekki að taka við það? Já, það er umræðinu ekki tekið að segja það. En ég er samt svona að koma mjög mikið leið á þessu styrkjakerfi hérna á Íslandi. Mér finnst til dæmis mjög asnalegt hvernig húsafélagsnefnd hefur unnið undanfarna árum, fornleifasjóður, hvernig hann hefur unnið undanfarna árum. Ranni sem svolítið sett fyrirbæri, en þessi fyrirbæri, húsafélagsjóður og fornleifasjóður, er mjög sérstakir sjóður vegna þess að ég er núna að taka tölfræði síðan 10 ára á húsafélagsjóði þegar meðal að láta 300.000 kall í verkefni sem er náttúrulega bara í álveru, hvað gerir við 300.000 kall og þetta endurgerð í hús. Í öðru lagi þá er statistíkin á dreifingu styrkja mjög merkileg og hún einblýst mjög á höfuðborgarsvæðið, Norðvesturlandi og svo Seyðisfjörð og nágrenni. Þangað hafa styrkjum farið. Og þá fer maður að velta fyrir sér, ok, er einhver hlutdrægur í þessu ferli eða saman? Er ekki mjög skrítið að þegar að sömu sveitarfélög eru kannski búin að sækja 10 ár í þessum sjóðum og hafa aldrei fengið styrk? Er það ekki svolítið spes? Þannig að maður veltir fyrir sér hvað liggur hlutdrægni og hver á í rauninni að sjá í gegnum þessu sjóði? Hvað er utanumhaldið? Hvað eru skýrslurnar sem við erum að fá gæðastjórnunina á þessu sjóði? Þannig að ég sé bara mjög stórt spurningamerki við þetta. Þannig að ég er ekki til að eyða 40% mínum tíma á haustöðum að sækja styrki. Ég hef ekki tími. En ef ég þarf að lifa af, ef mín stofnun á að lifa af, þá verður ég að gera það. Og svo það angurstu verður ekki neitt, þá náttúrulega langar mann að fara bara með úsi og láta til sig taka. En það sem er svolítið þreytandi við þessi styrkjakerfi hér á Íslandi er það að það eru svo litlir peningar því nú hefur maður kynst í þegar maður sækir í norrænu sjóðina, þá kannski fær maður 4 millur og það er hægt að gera eitthvað. Maður er að fá 150 skall og menn gáttum þetta eyþing eða KEA 100 skall, þetta er bara bullshit að við höfum ekki að gera þetta að bara skrifa sækjum orð að falla orð að við. Maður nefnir þess ekki. Ég fann að ég nefndi ekki að sækja með þessa 100 skall. Ég vil mjög gjarnan fyrta einmitt svona sjóði eins og safnarsjóð og eins og húsafriðunarsjóð og fornleifasjóð og bara setja vinna vel að því að þetta verður bara feitur og pattarlegi sjóðir þannig að maður fái eitthvað aðeins meira, maður fær náttúrulega meira, maður fær meira. Það verður aldrei okkar lífið. Það gerist eftir síðan 30 ára og mun ekki gerast þetta. En ég trúi ekki þessu. Ég trúi þessu. Pólitíkin ræður þessu, við hefum hingað til ekki haft neitt með þetta að segja. Þannig að mann finnst þessum að segja að gaspra hvort í lofti af því að breytingarna gerir svo hægt.
En ég held líka að þetta sé attitút sem mjög stórhættuleg. Ég bara tegjum við bara, já, látum bara velta yfir Gunns og Ég er búin að senda mörg framsögn og lesa mörg hlutum. Við erum eitthvað klikkuð hérna, allstæðis, ekki bara saman. Jæja, Gunni Gerður, þú varst... Heyrðu, já, ég var þessum aftur að því annars tala sko með sameiningu hvernig hún gerist. Það er náttúrulega svolítið, það er í rauninni tvennt og mér finnst það að komið líka fram. Sko, annars vegar náttúrulega það sem verið að sameina söfn sem eru innan sama sveitarfélags og öll í eigu þess sveitarfélags. Það er náttúrulega, þá þarf ekki nema eins og það sem við lýstum, það þarf ekki nema að fara þarna bara mjög stutta leið í þeim skilningi, þá okkur finnst þetta löng leið í gegnum menningar ferðamálaráð til borgarráðs til borgarstjórnar, tekur 3 mánuði. En sko, þegar það eru annars vegar söfn sem í mörgum sveitarfélögum, eða söfn sem í nokkrum sveitarfélögum, þá kemur þetta sem að Anna-Dís og lýsti, sko, þá fer þetta snúast hagsmuni og togstreitur jafnvel innan og milli og allt það. En þar sem að sameiningar hafa gerst mest, eins og í Danmörku, í dæmis þar, var það hérsta í hendur við sameiningu sveitarfélaga, eins og var fyrir norðan. Og þá kannski... Þar var sameiningin þingu, það var ekki kosin mann í Danmörku? Nei, hún var bara þingu, hún bara var afleiðing af því að það voru sveitarfélag voru bara saminnuð, það voru bara sett lög það. Og þá er verið að sameina söfn til dæmis innan svæða sem að myndi kallast héruð og það var langt á milli og þetta er það ákveðin, sko, það er ákveðin svona flækja í því en það er ekki óeignstíðanlegt. Það er hægt að vinna með það og það sem út úr þessu kemur sem ég held að hljóta skipta máli, það er bara stærri og burðugri, faglegri einingar. Og það sem þið lýsið þess að setja einnum stað, ég hef vissu ekki setja aðeins en með einum manni sem var nátt í lagi, en það er það sem að líka er svo lífandi. Og að fólk sem hefur sérþekkingu, það hefur ekki tækifæri til þess að vera að vinna með það sem það hefur sérþekkingu á. Þetta er einhverjum störfum sem að aðrir eru miklu hæfari til og það er í rauninni. Þannig að þess vegna finnst mér þessi sameining í rauninni vera eina hít og þó að það kosti að fara yfir einhverja reppagrensu og líka, en svo náttúrulega svo getur það líka verið innan sem að setja þessu mismunandi eignana og þá kemur aftur annað þekking. Þannig að þetta gerist þá svo. Og kannski þessi bæta að segja þetta að ég heyrði því strax frá fyrsta degi og Stykkishólmur ekki bara taka þetta saman. Það eru ekki allt miklu öðra þá. Stykkishólmur vill ekki taka saman. Við viljum ekki fá safnið inn á sitt borð vegna þess að það kostar að borga sig út úr samstarfinu. En það sem er svo mikið synd er að þetta fína samstarf frá 1970 að það er í rauninni að hamla frekar með hjálpa. En það ætti í rauninni að vera auðveldara því ábyrgðin dreifist á fleiri. En ég held að gerist ekki neitt fyrir að sveitarfélögin verði sameinuð. En fólk fyrir sig líka ábyrgð eins og í þessu tilfellu og það tekur ekki þessa ábyrgð sem það gera þetta sem haldast í hendur við sameiningu sveitarfélaga. Ég er að sammála því og þá myndum maður... Þá er ekki nafnsökun. Ég meina þá er ekki nafnsökun og þá er þetta líka allt annar pakki. En svona eins og hún tekist þetta bara En við langar að fá að segja hérna eitt áður við erum komin í aðeins aðra umræðan og talaði um þessi styrkjamál. Við gerðum bara taka fyrir þann slag vegna þess að við svona sitja hérna á svona fundum í ár og mann eftir því þegar þetta kom hérna pínur sem þessu sprengja inn í safnaheiminn, við skulum bara saminast og það var pínur til gulrót, saminning, pínur til fér, bara þjóðungur sem kallaði eitthvað þetta og bara setja pínur til betri ramma utan styrkveitingar úr safnasjóði og nú erum við ennþá búin að fara í ennþá betra ferli það að vera faglegri í styrkveitingum í safnasjóði og allir einhvern veginn að við setjum okkur alla á þetta faglega grundvöld og þú veist, og þetta er aldrei gott, þetta samíksafna og bla bla bla, við heyrum þetta svo fáum bara þetta bara algjörlega að vera að senda öllum safnaheiminum fingurinn með þessu styrkveitingur af 200 miljónir og mér finnst við vera allt og hópar og við erum allt bara, já, samina akkur er þetta ekki bara píla og sko, við erum kannski ekki alltaf þóra umræðum vegna þess að þetta kollegar okkar er að fá góða
peningur, við viljum samfélagsleið, en samtímis viljum við líka segja að þetta var ekki rétt úthlutun. Þetta bara saman eins og fjárlaganefnd til áður, þar sem að bara safnakarlinn kemur bara við 2 uppstokkur ljón og bara, vá, skemmtilegt, gefum honum milljónir. Þú veist, og við fórum að við bara, ég get ekki þetta. Ég meina, af hverju eru bara ekki pínlítið aggressívar varðandi þetta til þess að geta gert þessa faglöfninni okkar án peningar. Það bara, ég meina, mjólkursafn á Selfossi, það bara menn fari í alveg bara vildi boðið fólk sem hefur sveitastjórnum og hefur áður. Það bara fari í alveg að stafna mjólkursafn og fá með upplýsingarmiðstöð og þú átt að fjármagna stöðu þína með styrkveitingu. Þetta fólk veit ekkert styrktarkerfið og það örugglega bara við að fara ánkaupa í að Sigmundi Davíð eða ekki. Við verðum að tala í alveg. Já, það þarf að fara. Mér langar að leyfa 2 sem voru æstir á sama tíma og þú líka. Það þingistörgla, það var eftir þú þessur. Já, heyrðu, ég ætla að hafa lauma andri stundum þar að fara. Það er mjög áhugaverð forræðastefni sem var hérna á svo. Ég ætla að ræða hvort það væri spurningum skipsforræði eða umsjón með vatninu. Það er eitthvað stælega sem við erum að svara því. En ég fá að lauma annari spurningu. Við erum svona búin að lýsa áhuga leysi stjórnmálamanna sem að hafa mikinn áhuga í opningunum yfirleitt. En einhvers konar safnastefna í þessum sveitarfélögum og einhverju? Eða gert grein fyrir söfnum í menningarstefnu eitthvað svoleiðis? Eða þetta bara svona áhuga á stjórnmálamanna fyrir hvort? Ég ætla að geta sagt frá hjá okkur menningarstefna og hún var sett og unnið mjög vandlega 2007. Og þessi stefna búin að bjarga okkar framvinnu. Þannig að við vitum alltaf það sérstaklega kveðið á safnahús, sérstaklega kveðið á miðlun og fræðslu, sérstaklega til ungs fólks og fleiri þætti sem veldur því að ég get alltaf og við skipulagt árið og við vitum að við erum að fara eftir stefnunni sem sveitarmenn sett á sínum tíma. Og ég núna gleymdist, við erum búin að vera með 4 nefndir yfir safninu. Það heita 4 nöfnum núna síðan 2007 að þau eru alltaf verið að yfirtekja þetta, stoppa eitthvað nýtt, breyta, fara með menningarmálinn undir þetta eða hitt og eitthvað svona. Nú voru þau undir byggðaráði sem er 4. nefndin sem sagt. En við hins vegar höfum alltaf þessa stefnu. Svo núna 2011 þegar menningarmálanefnd sem hitt Borgarfjarðarstofu þá var lögð niður og þetta sett undir byggðaráð og gleymdist að endurskoða stefnuna. Hún var ekki endurskoðuð í 2 ár. Þá skrifaði ég, við þarf ekki að fara að endurskoða og svo skrifaði ég aftur, heyrðu það væri gott að endurskoða, þetta er aðalplaggið okkar, ekki neymið bröð. Og svo þá sagði ég, kom ég á fund hjá þeim, ég velta hvað við reglubundin á fund, einu sinni í mánuði til að skýra frá hvað er í gangi í söfnunum sem er mjög jákvætt eftir við fórum undir byggðaráð. Þá sagði ég bara, ég skal endurskoða menningarstefnuna fyrir ykkur og skila inn plaggi sem þið getur ekki afstöðu til. Þá sögðu þau, já, ráðum! Og ég búið að þessu stefnan að fara núna sínum við. Þannig að þetta er mikilvægt, þetta er góður punktur hjá þér. Ég held að það sé ekki menningarstefna í sveitarfélögum sem starfar menningarstofnum þingrenga, en menningarmestum þingrenga. Það er verið að búa til fyrstu held í einu sveitarfélagi. Já, það er sko, eins og ég reyndi að útskýra þannig í erindinu áðan, þá eru mismunandi safna menningarmálanefndir í hverju sveitarfélagi fyrir sig með mismunandi áherslur. Það er ekki sameiginleg menningarstefna, en það er stefna fyrir safnið sem var samþykkt og stofnskráin var endurgerð núna fyrir stuttu og þessi viðurkenningavinna hérna í haust, hún hjálpaði mikið við að skerpa áherslu. Það sem ég sakna og var alltaf að vonast þess að þetta gerast er vettvangur til þess að ræða þessi mál. Að taka afstöðu hvert viljum við stefna, hvað viljum við gera, hvernig viljum við hafa þetta. Þessi faglega. Já, og það vantar þann vettvang. Það er bara ekki til. Og hérna, þegar ég var að hlusta á okkur hérna með Reykjavíkursöfnin og samninguna hérna áðan, þið töluðu breytingarstjóra og hvað var svona breytingarstjóra á Snæfellsnesi? Ég mig langar í svona, já. Ég held að þú sér búin að gera helling. Hvað með hérna, þú var að tala með vettvang líka hérna landsfundur sveitarfélaga?
ekki komið tíma okkur að fara umhverfið þar. Er eitthvað svona til að sé víst á þennan hóp að koma í málefnum og sakna það inn? Ég get sagt að menningarmálin eru ekki tekin upp sem sérstakur málaflokkur á sviði sveitarfélaga, ekki þegar sveitarfélögin tala saman. Og við erum búin að kanna þetta aðeins svona, þreifa á þessu. Ég held að það er einhver annar með betra svar með þessu. Ekki þegar samband íslensku sveitarfélaga kemur saman. Nei. Það er ekki. Ég finn fyrir því að menningarmálin eru svona lúxusvandamál. Það á ekki að setja peninga í menningarmál eða safnamál. Það er svo stillt upp við hliðina á heilbrigðiskerfinu og nú eru náttúrulega sveitarfélögin að takast á við ný verkefni sem er alltaf verið að setja á sveitarfélögin eins og umhönnun fatlaða og ég fæ ofta að heyra að safnamál séu ekki hluti af sveitarstjórnarlögum en þau eru það víst af því þau eru tilheyra safnalögum. En það virðist vera svona tog á milli sveitarstjórnarlaga eða lagaflokksins og ég fæ ofta að heyra að við þurfum ekkert að sinna safnamálum en við þurfum að sinna heilbrigðismálum. Þannig að það þarf að skýra þetta ekki lögbundið verkefni. Það er lögbundið verkefni og það er alltaf fyrsta þegar að koma upp er þetta lögbundið verkefni. Og það er lögbundið verkefni, það stendur í lögum almenningsbókasöfn að sveitarfélag skal reka almenningsbókasöfn. En það er ekki það sama í safnalögum. Sveitarfélagum er ekki skylt að reka Ekki nema þau bara hana ábyrða á þessum munum sem þau byrjað að safna. Og eitthvað bæta við í þetta að einn vettvangur þar sem að ríkið og sveitarfélagin hafa komið saman til að tala um fyrirraunir gegnum menningarsamningana og gegnum menningarlandi sem hefur verið haldið reglulega, en þar eru safnamálin algjört míkrómál. Og líka menningarmál er ekki kostningar. Það er ekki sem fólk fyrir að deila fyrir kostningar. Það er skólamál. Það er skólamál og skipulagsmál. Nú verði ég að hleypa hérna, hann er búin að vera svo styrkir og bíl. Hérna? Já, þú ert bílur. Já, það er náttúrulega eitt bara til íhugunar, þegar við komum til þessu umræðum og hvað verður skylduverkefni og hvað ekki, að það eru lagðar skyldur á söfnin samt sem áður. Þrátt fyrir að söfnin er ekki skylduverkefni, að þá eru lagðar á okkur þær skyldur að við séum með safnakennslu og að við gerum það endurgjaldslaust. Að við tökum okkur grunnskólum endurgjaldslaust. Og það er bara náttúrulega íhugunar eftir hvernig við getum búið til lög sem að virka bara svona í aðráðina. Að skylda eitthvað til að gera eitthvað sem er ekki skyld að hafa. Bara svona til íhugunar. Og svo er því að það er allt áfram með þetta með sameining að það sem er til dæmis einkennandi fyrir Austurland er það að söfnin eru í upphafi sameining. Þau eru sameining frá upphafi og sameiningi felst í því að hvert safn er sérhæft og hefur sína sérhæfingu. Og öll umræðin sem við erum með hérna, hún flýtur ofan á og er efnahagslega í grunninn. Við erum að tala um einhvern stjórnsýslu stjórnsýslulegar ákvarðanir, hvað var það efnahag, hvað var það styrki og allt þetta. En við erum ekki að tala um það að sameinast það að vera ekki sameinu í því sem við erum að gera. Vegna þess að það er vitna nú í Sleifarnar einu sem nefn, Sleifarsöfnin og okkar. Að við tókum stefnum þegar 1971 söfnum á Austurlandi að söfnin eru áhugaverð og sérhæft fyrir það að þau beindu sérstaklega að þeim menningarlegum atriðum sem væri til staðar fyrir staðar fyrir sig. Að Burstarfell, Egilsstaðir, Seyðisfjörður, Hortafjörður og Loftfjörður. Og út af þessu kemur þetta allt og það er spurning um það ef við erum að tala um að sameina allt út á einhverju hagkvæmni, svona hagkvæmni hvort sem það er menningarlegt hagkvæmni eða hvað það er, að þá getum við alveg sameina þegar við segjum svona bónus. Það er mjög fínt, bónus er mjög fínt þannig séð.
og ég efast ekki það að þau getur gert góða samning og þvingað verktakar sem gera ódýra vegi og út í göng Seyðisfjarðar og svo framvegis á þennan átt. En sko, þessi sameiningarmál sem eitthvað sem tengist stjórnsýslunni finnst mér bara áður til hægt. Það kom nú hérna fram áðan sko að maður keyrir ekkert í 200 kílómetra. Það kostar bara, ég man hvað gjaldið núna, það eitthvað 100 kílómetri sko, og ef ég ætla að skreppa á Norðfjörð og Pétur Söðunsson, að þá kostar það bara stór fél. Og ég veit að Pétur þarf að keyra býsna mörg söfn á svæðinu mjög sér. Og þannig þetta eitthvað svona til að íhuga, sko, mér finnst söfnum á Austur vera saman. Það náttúrulega því það var strúktúr í upphafi. Þegar við erum að tala allt annað, þetta er alls staðar á landinu, við þurfum að fara 30-40 ára aftur í tíma og fólk hefur engar forsendur því það þekkir ekki forsöguna með safnar á Austurlands og annan þessa yfirbyggingu sem Hjörleifur Guttormsson og fleiri menn koma á þar. En það bara allt annað dæmi heldur en í þessum landsluti sem við erum að tala um. Akkurat, ég að segja að þetta eitthvað sem á íhuga, sko, það eru fleiri sjónarhald sem við þurfum. Áður en ég hleypi ykkur að, þá ætlum ég að taka 2 úr salnum af því að þeir komast svo sjálfana. Mér langar til að svara líka, ef ég má hafa það. Já. Mér langar til að svara aðeins framlög húsbyrnu sjálf til Seyðisfjarðar. Ef að menn skoða það örlítið, meira heldur akkurat þetta efnahagslega, ef við skoðið breyturnar sem að gætu fallið inn í Excel-skjalið þar sem við erum að bera þessi atriði saman, að þá sjáum við að litustyrkirnir sem að koma til Seyðisfjarðar, og ég viðurkenni það vel og er ekkert óánægð með það að við fáum mjög stórt hlutfall miðað við mannfjölda, að litustyrkirnir sem eru að koma, þau fá mjög